Gott kvöld, það Rauða borðið sem tekur hér við fimmtudagskvöldið 5. mars. Það ýmislegt hér á boðstólnum í kvöld, eins og öll kvöld, en hér loka kvöldinu þær Ásalind Finnbogadóttir og Laufey Líndal í stuð viðtali, en þær ræða hérna við mig viðburð. Hvar þær hyggjast í félagi við fleiri plötusnúða helgina endurvekja gleymdar perlur 9. áratugurins. Reynsluboltarnir að þessu sinni eru þau Björk Vilhelmsdóttir, Björn Leví Gunnarsson og Sólveig Anna Jónsdóttir. Þau ræða fréttir og málefni líðandi stundar við Björn Þorláksson. Ég, Marja Lilja, fæ hinga til mín félagsráðgjafa og aðgerðasinna Turum Margréti Vilhjálmsdóttur, en hún gagnrýnir nýjar tillögur heilbrigðisráðherra til þingsályktunar sérstaka aðgerðar áætlun vegna offitu. En hér eftir stuttarauglýsingar er það Guðrún Eva Bell Jónsdóttir og Hjörtur Hlífar, einhverfur sonur hennar, sem ræða áskoranir í stuðningskerfunum við Ragnheiði Davíðsdóttir. Gjörðu svo vel. Ég valdi samkennd sem eitt af gildunum sem ég vil standa fyrir. Ég setti samkennd í miðjuna, ekki síður vegna þess að ég var að skoða hinn gildin, þá fannst mér samkennd vera eins og tenging við öll gildin. Ef ég hef samkennd með náunganum, þá sé að þú ert eins og ég get sett mig í þín spor, þú ert bara manneskja peð á plánundinu jörð eins og ég. Ef ég er með samkennd með þér, þá er ég líklegri til að vilja vera örlát við þig. Ég er líklegri til að vilja vera umburðarlynd, að ég sé þig í mér og mig í þér. Ég er þú ert ég. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á samkennd. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt, heldur allskins munir. Og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Góðan dag. Eins og þið hafið eflaust orðið vör að þá hefur mikið verið fjallað einhverfu núna undanförnu og satt að segja brá mér í brún þegar ég heyrði hvernig úrræðaleysið gagnvart einhverfum í landinu. Fjöldi manns á biðlista og svo virðist sem að þessi hópur sé einhvern veginn utan veltu í heilbrigðiskerfinu. Og til að forvitnast aðeins þetta þá fékk ég til mín 2 góða gesti. Það hún Guðrún Eva Bell Jónsdóttir og sonur hennar Hjörtur Hlíðar, og hann einhverfur og kemur hérna með móður sinni til að ræða þessi mál. Í rauninni hef ég aldrei heyrt eins bara stóra og langa áfallasögu eins og hjá þér, Guðrún Eva. Já, hún orðin ansi laun. Já, fyrst ætla ég nú að bjóða okkur hjartalega velkomin. Þið brutust hér yfir Hellisteg heiðina til að koma og tala við okkur. Já. Takk fyrir það. En þau búa í Þorlákshöfn. Já. Ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja þig hvernig þú varst fyrst vör við einhverfunni hjá syni þínu. Ég byrjaði fyrst að vera vör við svona bara 6 mánaða aldur þegar ég fer að sjá að hann verður hræddur við svona alls konar dót, hljóð og svefnvandi bara frá upphafi. Þannig verður fyrir miklu súrefnisskorti í fæðingu. Í fæðingu? Já. Og það kann að vera ástæðan? Já. Já. Og hvenær fór þetta svo að vera erfitt? Hvað var hann gamall þá? Ég myndi segja upp úr 2 ára. Upp úr 2 ára aldrei, já. Fékkstu leikskólapláss fyrir hann? Já. Já. Og það hefur gengið vel?
Það gekk rosalega vel í leikskóla, já. Já, Mjög einmitt. vel. En hvaða greiningu fekk hann nákvæmlega þegar hann loksins var greindur? Hann fær sagt, 5 ára kemur í ljós ódæmigerð einhverfa eða grunur ódæmigerð einhverfu og vísað áfram. Föst greining held ég að hafi komið 6. En hann er með fleiri greiningar en þessa? Já, á þeim tíma er hann greindur með þroska skerðingu. Svo fer hann ekki í endurmat fyrir núna í febrúar í fyrra. Þá kemur í ljós að hann er með þroska hömlun, ekki skerðingu. Þannig hann er ekki eins og hann er ekki með dæmigerða þroska skerðingu? Nei, bara þroska hömlun. Já, þroska hömlun segi ég, já, jú, nákvæmlega. En Hjörtur, hvenar minnist þú þess að hafa verið eitthvað pínlítið öðruvís en aðrir? Ég bara aldrei tekið eftir því, sko. Nei, getur verið að spekulera í því? Nei, bara vera ég sjálfur, skilur þau. Já. En Guðrún, hann einhvern veginn passaði ekki alveg inn í skólakerfið? Nei, svo sannarlega ekki. Getur þú lýst því? Það er að því að sko á þessum ungu árum brýst þetta yfirleitt út í reiði að þau kunna ekki að fara inn í aðstæður í leik og starfi. Og þegar að börn eru með svona ósjáanlega föllun og brjótast út í mikil reiði, þá eru þau bara sett svolítið til hliðar. Og hvernig til hliðar? Bara er ekki aðlagaður umhverfinu bara inn í venjulegan skólabekk. Var ekki hægt að taka hann inn í bekk? Nei. Og hvaða kennslu fekk drengurinn þá? Það er rosalega takmörku kennsla. Og svo bara var ég að landa í því ítrekað að því að þeir sem eiga að vera stuðningur fyrir hann hafa ekki verið að passa það nógu vel að hann er að strúka á skóla og ég láti hann vita svolítið seint og þannig er hann bara 6-7 ára, 6-7-8 og ég jafnvel kom til Reykjavíkur og svo hringdi í mig og aðtók hvort hann sé komin heim. Mér finnst oft gert svolítið mikið ráð fyrir það því ég hef verið öryrki alla hans tíð að ég sé bara heima til taks alltaf. Brugðið svolítið öðruvísi við. Og þú hefur væntanlega orðið að vera tölvöld mikið heima á þessum árum? Já, alveg bundin. Já, nákvæmlega. En hvaða einkenni voru þetta fyrir utan reiðina? Átt hann erfitt með samskipti við annað fólk? Jafnaldra, já. Jafnaldra, já. Og þú sagði mig líka að hann hefði beitt ofbeldi? Já. Það er svolítið, það brýst út svoleiðis og þegar þessi börn er ekki að fá rétta leiðbeiningar, skólakerfi er alltaf stór. Ég er auðvitað móðir hans og mín ábyrgð er mín ábyrgð, en þegar þau eru í skóla þá eru þau í skóla. Ég er ekki að vinna í skólanum, sko. Ef ég man rétt að þá eru skýr ákvæði í lögum málefni fatlaðra sem að kveða á það að börn eigi að fá þá þjónustu sem að þeim ber. Já, en það virðist skipta rosalega miklu máli hvaða fötlun þú ert með. Ef hún er ekki sjáanleg á börnum, þá er bara því miður meðferðin allt öðruvísi. Þetta er alltaf þessi óþekku börn. Já, en nú einmitt sé ég að Hjörtur er ósköp venjulegur ungur maður. Já. 16 ára gamall, er það ekki? Jú. Já, og ert það núna að læra á bíl, er það ekki? Jú. Já. Hvernig minnist þú þessa tímabil sem að þú áttir í útistöðum við krakkana í skólanum? Bara rosalega mikið laður í einelti í skóla. Hvernig þá? Bara, til dæmis, bara fyrir nokkrum árum þá var ég man ekki, 7. 8. bekk. Þá var ég í svona sérkennslu sem heitir Bjargi í grunnskólanum í Þorlákshöfn. Það var alltaf allir strákanir að segja þú ert í Bjargi, þú ert í Bjargi. Ég leta ekki stoppa mig, bara, já. Og þú lærðir allt sem þú gast í skólanum? Já. Væntanlega? Hefði viljað fá meiri kennslu í skóla samt. Já. En hefur verið svolítið svona einangraður félagslega? Já, mjög. Ekki eignast vini eða?
Mjög lítið. Og á hvaða forsendum? Nú virðist þú vera allavega þegar ég tala við þig alveg svo í sletti nú með fulli 5. Bara einhvern veginn gekk það ekki upp? Nei, ég raunin ekki, sko. Nei. En hvernig var að hafa drengin heima alla daga? Fyrir utan þennan tíma sem hann var þó í skólanum. Þetta voru strembin 10 ár, mjög strembin. Ég ætla ekki að neita því. Hvaða þjónustu sótturðu í að fá fyrir hann? Hvað? Það vera með liðveitanda. Var hann ekki með það? Jú. Já. Það er svona, upp og niður. Það ekki á yngri ára mikið. Ekki, nei. Ekki fyrir hann upp úr, 10-11 ára þegar Styrmir byrjaði að vera með þér. Já, 11 ára. Já. Og ertu með liðveislu í dag? Já. Já. Það gengur vel? Mjög vel. Já. Við erum svo heppin að þessir indislegu körfuboltastrákar sem við eigum. Já, talandi körfubolta, það er allavega áhuga mál sem þú hefur umfram skólan og finnst þið gaman í körfuboltanum? Langskemmtilegasta íþróttin. Það er bara ætla að komast eins langt og ég geti. Og þú ert að æfa reglulega og bara 5 sinnum í viku. 5 sinnum í viku, já. Það er ekki slæmt. Hvenær byrjaði 2 ára? 2 ára, já. En segðu mér svolítið frá þessari þrautargöngu sem þú ert búin að gangi gegnum með drenginn. Hann var þarna á tímabili á Klettaborg eða hvað það heitir? Klettabær. Klettabær, já. Þar, ég er náttúrulega búin að ganga í gegnum svakaleg veikindi og stuttu tímabili byrjaði 2020 og... Já, þú sjálf. Ég sjálf. Já. Kerfið mitt er bara búið. Heilbrigðiskerfið í rauninni kringu svona gerir bara annan aðalaga sjúklingi. Það kom nú berlega fram í umfjöllun í fjölmiðlum núna undanförnu að fólk er bara hreinlega að gefast upp. Já. Þegar hann er 13 ára, 2022 að verða 13 ára, þá veikist ég, blóðeitrun eftir síendurteknar sýkingar í maga og svona. Og mér er haldið sofandi í mánuð út á Spáni. Það hefur verið það alvarlegt? Já, mér var ekki hvað átt, ég mikla líkur á að lifa það. Frá 3%. Já. Og þetta var náttúrulega bara rosalega erfið. Ég var bara í hjólastól þegar ég vakna og þurfti að læra svona ýmislegt aftur. Og fjærstu sjálf einhverja aðstóð heima fyrir? Nei, dóttir mín, 11 ára gömul, þurfti að baða móður sína og svona. Það er ekkert sem fylgir, ef þú ert ekki með, greinist ekki með einhverja ákveðna sjúkdóma, þá verðist kerfið ekkert fylgja neitt rosalega mikið. Þannig að þú þurftir sjálfa að leita eftir því sem hugsanlega var í boði? Já, en það var ekkert í boði. Það er undarlegt. Já. En áttu gott bakland? Ég á yndislega foreldra og systkini. Það eru bara mín stóð að steika. Já. Í Þorlákshöfn þá? Já, ef ég hefði ekki mömmin og pappa sem er bara eins og mamma hans og pappi líka. Ef það var alltaf Nú er Þorlákshöfn svona lítið samfélag. Já. Er verra heldur að sækja sína þjónustu á svona stöðum heldur en í þéttbýlinu hérna heima? Hérna í Reykjavík til dæmis? Ég held að Reykjavík sé ekkert skárri því ég hef reynslu af Reykjavík líka. En það sem er orðið aðeins og í Þorlákshöfn að þetta er allt og skilt fólk sem þetta er bara orðin stór hringur af skilt fólki svolítið og vinum sem Sem getur líka verið kostur. Það er kostur en þegar kemur að held ég barnaverndarmálum og svona að því, til dæmis við vinnum svo mikið með Hveragerði að þá finnst mér að barnaverndin í Hveragerði ætti að fylgja eftir Þorlákshöfn og svo öfugt Þorlákshöfn Hveragerði. Af því að það er svo mikið tenging. Já, ég skil þig. Sem er bara vont. Og í svona málum koma oft upp, þetta eru náttúrulega í barnaverndarþjónustu og félagsþjónustu ertu aldrei að fá auðvöld mál inn á borð. Nei. Og þegar þetta er orðið fólk sem voru að mæta líka út í samfélaginu, út í búð, í körfuboltanum og öllu og jafnvel innimanns, þá er þetta bara rosalega sorglega erfitt. Og ég er bara útskúfið sjálf. Fyrir hvað? Fyrir að berjast fyrir barninu mínu. Þetta eru stór orð. Já.
Ég skef ekkert á því. Hvernig útskúfuð ertu? Ég náttúrulega bara talin svolítið klikkuð. Þetta lítið bæjarfélag. Og það bara öðru í sig brugðist við öllu sem gerist hjá okkur heldur en bara, veit ekki, kalla það normal. Finnur það alveg greinilega? Já. Það kom nú bara fyrir hvað var það í október á körfuboltaleik? Já, allavega í byrjun, nóvember. Sko, þá átti hann í útistöðum við fullorðin einstakling sem vinnur innan körfuboltans. Og ofbeldi náttúrulega aldrei afsakanlegt, en hann misti pínu stjórn hana eins og gerist, gengur og gerist oft í svona íþrótt og jafnvel leikmennin á vellinu líka. En þá ertu bara settur í leikbann. En hann fekk alltaf það sem að körfubolti náttúrulega forvarna starf líka fyrir börn eins og allar aðrar íþróttir, en hann fekk alltaf að vera með að þjálfa yngri flokkana. En hann fekk leikbann og rekin úr þjálfun líka. Nú hefur þessu fólki væntanlega verið ljóst að hann Já, einhverfur. Já, þeir veit allir. Og hver einkennin eru á einhverfunni? Já. Og gast ekkert gert í þessu? Eða? Nei, ég get voða lítið gert í þegar ég fæ engi svör. Ég búin að óska eftir fundi með stjórn hana, en það gefur mér engin svör. Ég bara leiðileg. Já. Nú sagður mér, þegar við spjöllum saman í gær að þú verður orðin sérfræðingur í lögum og reglugerðum sem að við kemur þessum málaflokki. Já, ég legg mig mikið fram í að því að það ekki nóg að vera bara menntaður á bókinni. Ég bara ljóninja, sterk ljóninja þegar kemur á börnunum mínum. Hvað áttu af börnum? Ég á 3 börn. Þau 2 yngri en hann? Já, hann á systir sem 2 árum yngri og svo 9 ára bróðir. Svo ég veindi mér aftur að veikindunum þínum þegar þú veikist þarna út á Spáni og ert meðvitundalaus í allan annan tíma. Hvar voru börnin þá? Hann fór til vinafólks. Já. Af því að mamma og pabbi þurfti náttúrulega að koma og vera hjá mér. Já. Og dóttir mín var hjá pappa sínum og fjölskyldu minni svona til skiptist. Já. Og svo yngsti hjá pappa sínum. En hvaða áhrif hefur þetta allt saman haft á börnin þín, yngri börnin? Jú, það rosalega mikil áfallastreita, alvarlega áfallastreita hjá öllum. Sem lýsir sér hvernig? Bara í veikindum. Hafa þau ekki fengið neina aðstoð eða stuðning? Sko... Voða lítið. Sonur minn hefur fengið voða lítið. Dóttir mín hjá sálfræðingum og svona, en hún var með liðveislu, samþætta liðveislu, og svo þegar þetta skeið á körfuboltaleiknum og enn og aftur segi ég að það slemt þegar stjórnendur eru innan líka stjórn körfuboltans. Að þá var tekin liðveisla af dóttir minni, sagt að hún nætti ekki rétt á því. En að fá liðveitanda, það ekki bundið við fötlun, heldur aðstæður og annars líkt. Hún áfallaðan bróðir með fötlun. Og gast ekki bent á það? Það hefur ekki þetta að segja. En aftur það vont þegar hún fær ekki svörin. Já. Hjörtur, hvernig upplifur þú þína fötlun? Er þið ekki talað um fötlun? Jú, já. Þú veist. Gerðu þið grein fyrir því þegar þú ert að reiðast og jafnvel beita ofbeldi? Já, 100%. Og er þetta eitthvað sem þú hefur enga stjórn á eða? Bara enga stjórn. Enga stjórn? Bara næ. Þegar ég verð reiður þá bara, það ekki sens að að stoppa sjálf mig, sko. Ég hef reynd bara allt. Það reynd að fara inn í herbyggi mitt, hlusta okkur tónlist. Reynd að fara út í göngutúr, það virkar ekki neitt. Hvað finnst þér hjálpa þér mest í lífinu? Er það körfuboltinn? Já, aðalega og liðveisla mín. Ég lít mjög mikil
mjög mikið upp til hans. Og hvað gerir þið saman? Við förum saman á körfuboltaleiki, förum saman í sund, já, förum í ræktina. Mér dettur nú í hug þegar ég horfi á þennan unga mann sem að svara spurningum mínum svona greiðlega og virkar mjög eðlilegur. Hvort að það sé bara hreinlega til þess verra að það sést ekki á honum fötlunin. Já, alveg. Því miður sorglegt að segja það. Alveg svakalega sorglegt. Að staðrendi sér sjú að hún þurfa að vera sjáanleg. Að líka við séum komin til ársins 2026 og það séu ennþá svona miklu fordómar fyrir svona fötlun. Hefur hann ekki komist inn í neitt svona geðteymi eins og fjallaður í fjölmiðlum, svona eitthvað? Þá innan bugl? Já, bara innan kerfisins, ég kann nú ekki alveg að nefna. Nei, það var alveg þrautsegja þarna fyrir, í mæ síðastliðið ár. Þá var hann komin svo langt niður og hann vildi bara enda sitt líf. Já. Ég komst ekkert nema bara barnavernd kom honum inn á Stuðla. Það er meðferðin sem hann fekk við. Og Stuðlar eru ekki beint staður fyrir hann. Hann hefur ekki verið í fíkniefnaneyslu eða neitt slíkt. Eða óreglu. Þetta er náttúrulega bara fyrir óreglu og óreglan er veruleg þarna inni og að hann sjálfur verði fyrir ofbeldi frá starfsmönnum og öðru slíkt er bara... Gerðist það? Já. Á Stuðlum? Já. Þrátt fyrir að starfsfólk hafi verið vara við því að hann myndi snappa endalega. Hvað var hann lengi á Stuðlum? Þetta voru 4-5 dagar. Nú var það ekki meira? Nei. Við gátum ekki meira, við gátum ekki tort upp á þetta. Hann endaði upp á bráðamóttöku. Honum var ekki gefin lífin sín og var í frákvörfum ælandi yfir sig og kemur tilkynning frá til barnavendar frá lækni á bráðamóttökunni að barn væri yfirvofandi hættu en hann var sendur aftur þangað. Og þá náðu foreldrar mínir bara í hann daginn eftir. Og þarna á þessum 5 dögum fæ ég 2 alvarleg taugaáföll. Bara heima og bara mega á mig, þakkaði fyrir. Já. En manst þú eftir þessum tíma? Já. Hjörtur, já. Bara, hvernig ég lýsa þessu bara, ég veit það ekki. Þetta var bara mjög, bara Stuðlar er bara ekki meðferðarúrræði fyrir nein börn á Íslandi, sko. Bara ekki fyrir nein, mjög mikil óregla. Alltaf verið að smygla inn þótt að þeir viti af því allir starfsmennir. Ekki gert neitt í því. Ég fæ að hanga með strák sem að banaði stúlkun á menninganótt. Bara ekki í lagi. Og það vantar allt eftirlit. Bara að hálfu algjörlega. barnaverndar og barna- og fjölskyldustofu. Þá erum við aftur komin að þessu stóra máli sem að hefur nú verið í, eða getum vitnað í það sem hefur verið í umræðinni að það hefur sárlega vantað eftirlit. Já. Og það virðist vera á fleiri stöðum í kerfinu. Já, mjög mörgum sko og ég bara átta mig ekki á því hvað ætlum við að láta gerast áður en hvað er svona flókið við að hafa þetta eftirlit? Af hverju erum við með alla þessa barnaverndafylltrúa hjá öllum sveitafélögum, bæjarfélögum? Er ekki alltaf borið við peningaleysi? Mér heyrist það. Peningaleysi og svo er hægt að vera með einkarekin úrræði eins og Klettabæ og það eru fleiri 20 miljóna ári fyrir eitt sveitafélag greiða fyrir eitt barn. Og hann var á Klettabæ. Hvernig var reynsla ykkar af því? Ekki góð. Ekki góð? Nei. Fekk hann ekki einhverja meðferð þar eða? Nei, þetta er bara svona, þetta er eins og sért að setja bara dýr í pössun. Þetta er bara geymslustofnun? Já. Algjörlega. Já. Og eins og ég segi, þarna kemur það líka að þegar börn er að missa stjórn á sér þá eru inngrip til þess að koma í veg fyrir þau skaði sjálfa sig eða aðra.
Mér finnst træðilegt að það sé búið að bráka bringubein í honum og brjóta báða framtönnar í honum og mér finnst það bara ekki í lagi. Og hvað á barn sem að bregst með ofbeldi að halda þegar að ofbeldi beitt honum. Á honum þá ekki bara að finnast það í lagi. Ertu að segja mér með öðrum orðum að starfsfólki hafi beitt hann ofbeldi? Já. Starfsfólk sett líka bara inn í þessar stöður með ekki nægilega þjálfun. Það þarf að þjálfa fólk ofboðslega mikið og setur ekkert bara eitthvað tvítugt fólk í svona starf og það veit ekkert hvernig það á að bregðast við. Ekki menntaðir einstaklingar? Nei. Það eru fólk annars sem eru bara 4, 5, 6 árum eldri en ég þarna, sko, sem eru að vinna þarna. Við hljótum að þurfa athuga eitthvað fleira en bara einhver sakavottor líka hjá einstaklingu sem fari í svona störf. En ég vil taka það fram líka að þetta eru líka störf sem að fólk þarf að vinna í undir hreinni og beinni skítu í kerfinu. Þetta er erfitt fyrir þau líka. Þetta er rosalega erfitt fyrir ungt fólk að lenda í því að meiða barn. Lítaðu ekki þannig á að þau séu að verja sig eða eitthvað fyrir? Jú, en það má ekki skaða barnið. Hvað var hann lengi þann á Klettabæ? 1,5 ár. Rúmlega 1 ár, já. Já. Og út úr því kom ekkert Nei, til bóta fyrir hann? Nei, hann kom líka bara 100 sinnum verri aftur tilbaka. Ég tók hann alveg aftur í desember 24 og guð minn almáttugur árið 2025 eitt erfiðast ár sem að ég hef bara upplifað. Hvernig þá? Bara stríði kerfið. Hvað ætla ég að gera til þess að hjálpa okkur? Hvað á ég að gera? Barnið búið með grunnskóla og þá bara ég ætla að berjast fyrir því að hann fengi vinnu með stuðning. Við heyrist á öll eins og einhverfa sé eitthvað svona olbúabarni í fötlunar heiminum, ef ég má orða það þannig. Þess að fólk hafi bara ekki skilning á því hvað þetta er. Bara engan skilning og verri skilning ef eitthvað þegar ég var í skóla sjálf, ég með mín vandamál, sko. En þetta er bara mun verra í dag. Mun verra. Ætla ég að leyfa mér að segja. Heldur fyrst þegar þú varst að berjast í þessu? Nei, ég heldur þegar ég var í minni grunnskólagöngu. Já, nákvæmlega. Og ég bara þannig, ég þurfti að upplifa ýmislegt og það bara færingin að koma svona fram með barnið mitt án þess að það heyrist í mér. Og ég hvergin hætt. Hann verður 18 ára eftir 1 ár. Hvernig bara hefur þér sjálfri liðið í þessu öllu sama fyrir utan þessi stóru veikindi sem þú lendir í? Ég meina, þú sagðir við mig í gær að þú notaði svolítið húmorinn til að komast í gegnum þetta? Já, hann sótsvartur húmorinn og ég tek mínu lífi ekkert of alvarlega og fólk sem ég þekkir segir yfirleitt að við ekki sterkari einstakling. Ég verða að klappa mér á öxlina fyrir það. Kemst alltaf áfram einhvern veginn, ég veit ekki á hverju, sko. En það kemur alltaf að einhverju falli. Þú getur ekkert endalaust. Ég er ein með börnum mín og ég er rosaleg tuskukettling. Ég hef aldrei mist það alveg niður. Ég geti alltaf hugsað heimilum mitt, sko. Og hvað þó ekki farið í ræktina mína. Nýja sundi mitt. Ég er bara búin að missa allt. Og þú ert enn að kljást við eftirstöðvar þessara veikinda? Já, ég sem sagt í dag með POTS og ME sem að þróast oft með svona miklum veikindum. Hvað er það svo útskýra það fyrir þeim sem ekki vita? POTS er stöðuleika heilkenni. Það sem að hjartað bara pumpar of mikið. Var alltaf í kyrrstöðu sem sagt í 130 í púls og hún getur eftir ímyndaður bara að reyna að ryksu eina móttu þá fór ég yfir bara. En ME, hvað er það? ME er kallað þessi bara gamla síþreita eða svo kallað Akureyrarveiki hér áður fyrir og það er bara allt erfitt maður er alltaf þreyttur, alltaf veikur. Og þetta telur þú vera afleiðingar af þessu mikla álagi sem hefur verið á þér með drengi? Ekki spurning.
Ég var rosalega heilsuhraust manneskja, ég var öryrki bara eftir slís, sko. En ég ekkert öryrki eftir slís í dag, bara álag og Þú lentir í slysi í ofanálag? Já, það langt síðan. Já. Það 23 ár síðan. Já, það ekki til að bæta það. Nei. En vann alltaf með því þá til að ég átti hann. Eða sem sagt var ófrisk og honum var í fitnessport. Nýri Laugum. Já. Hjörtur, hvernig svona gengur dagurinn hjá þér núna? Bara get ekki gengið betur, sko. Hvað gerir þú strax þegar þú vaknar? Mæti ég vinnuna. Þú ert að vinna hvar? Ég að vinna á pítsastað. Í Þorlákshöfn? Já. Já. Í hlutastarfi? Bara fullu starfi, sko. Fullu starfi, já. Og hvernig gengur það? Bara mjög vel. Já. Mjög vel. Já. Þú eru ekki til lent í neinu svona erfiðu þar? Nei. Og liðveislan kemur til þín hvað? Hverjum degi eða? Ég myndi segja svona einu sinni 2 í viku, sko. Já. Það hérna, hann á 40 tíma á mánuði með honum. En svo hann náttúrulega bara í meistaraflokki körfubolta og fullri vinnu. En við erum rosa heppin með hann ísokkur. Finnst ykkur þetta hafa svona, kannski, ef ég má orða það þannig, lagast með árunum? Eftir hann varð svona... Með þá ofbeldi hjá honum og já, svoleiðis. og þessi einkenni einhverfunar, hafa þau eitthvað breyst eða? Já, hann kemur rosalega óvart. Hann kemur mömmu sinni sífellt óvart. Þetta voru náttúrulega, þetta búið að vera erfið ár síðan 22, bara fyrir okkur öll. Og hann getur miklu meira en maður heldur. Ef hann hefur mikið náhuga á hlutunum eins og bílprófunu, þá hann bara, hann svífur í gegnum þetta. Gengur frá mömmu sinni fyrir rest og hrætt við að fara út að keyra orðið. Eina sem ég beðið núna, getur þú farið með mig á rúndin? Ertu með hann í æfingaakstri? Jú. Já, ég líst vel á það. Já. En hann rosalega klárverklega. Já. Alveg svakalega. Ég spyr nú eins og fávís kona, er það ekki oft þannig með einhverfa þeir svona finna sér eitthvað sem að þeir ráða vel við og það tekur hug þeirra allan? Flest allt annað en bækur. Já. En þú fóst í gegnum grunnskólan? Já. Ég reyndar kláraði ekki 10. bekk. Nei, en þú allavega, en þú ert allavega búin með grunnskólan. Já, ég útskrifast úr grunnskóla. Já. Og ætla mér að fara í framhaldsskóla eftir sumarið. Hvað ætlar að læra? Bara þetta almenna í framhaldsskólanum? Mér langar rosalega mikið sem að mamma trúir ekki á ég get fara í viðskipta hagfræði. Viðskipta hagfræði? Þú setur stefnuna hátt. Já. Hún yfirlega hátt stefnan hjá þessi manni. Já. En það nú heilmikið af bókum sem þarf að lesa þar. Já. Hann verður bara að sætta sig við það. Það verður kannski sjálfmenntaður bara eins og mamma sín. Ertu góður í tungumálum? Já og nei. Já. Það er allt hægt, Hjörtur minn. Jú. Ef að því að skipta. Það er bara, hann þarf bara að fá að vera, börn sem eru svona þurfa bara að fá að vera samþykkt á samfélaginu. Ekkert annað. Við þurfum það tekur heilt samfélag til þess að ala upp börn og það er alveg sama hvort það sé börnin að normsins eða ekki. Já. En nú er hann verða 17 ára gamall og bráðum verður hann fullorðinn maður, svo kallað er. Ertu ekkert áhyggjufull hvað tekur við, til dæmis ef það er asnalda að spyrja svona, en ég verð nú samt að spyrja þegar því nýtur ekki lengur við? Jú, það ræði mig. Eru einhver úrræði fyrir hann? Nú, líklega þarf hann alltaf einhver aðstoð. Já, en ég er svona eiginlega bara búin að gefast upp á og berjast við að spyrja út í þetta sjálf hjá yfirvöldum barnavernda þjónustu og svoleiðis. En ég ákvað að fara bara að mennta mig sjálf meira í svona þannig að ég geti lært aðeins meira á hjálpa á honum. Það koma aðeins að því á eftir, en hvað hefurðu dæmi ungmenni sem að eru með svipaða fötlun og hann sem að hafa komist í einhvers konar úrræði sem að hendar þeim? Nei. Þú veist ekki um það? Nei.
Þekkjuru marga foreldra sem eru að... Ég hef bara verið mikið í sambandi við foreldra sem eru að díla við sömu og flestir sem eru með börn sem eru með hegðun og vanda ofan og svona fatlanir eru bara að díla við kerfið. Það kemst ekkit annað að en kerfið. Þannig að þú ert ekki einum það að vera að berjast í þessu. Nei, sannarlega ekki. Enda hefur það komið fram í fjölmiðlum. Það er sorglegt að heyra að foreldrar séu bara hreinlega að gefast upp og margir þeirra því miður hafa verið að bara komið að loka punkti, vilja bara hverfa úr þessu lífi. Já, það getur alveg verið svoleiðis og svo gleymist alltaf að líta líka bara á heildamyndina af fjölskyldu. Það er ekki bara ég og hann á 2 systkini líka. Ákveðn hátt hefur þetta haft, já þú sagðir áðan að þau væru svona útsett fyrir veikindum og með þessa áfallastreitu. Er það ekki tilfellið að yngri börnin eða önnur börn vil ég segja gleymast svolítið í þau fá ekki þá athygli sem að þau ættu að fá vegna systkinisins sem er það er akkurat svolítið svoleiðis. Já. Ég hef reynd að vera dugleg, þú ferð náttúrulega ekkert þegar þú ert einn í ferðalög með fjölskylduna og svoleiðis, en ég hef verið voðalega dugleg að skipta því niður eins og fara erlendis, það eitt barn núna og svo þarf það að bíða 3 ár með næstu 2. En svo ég spyr ég nú að svolítið persónulegri spurningu, hvernig hefur þið gengið að láta enda ná saman sem öryrki og þurfa að vera í þessari eilífu baráttu með drenginn? Það er alveg furðulega merkilegt. Ég hef alltaf einhvern veginn plumað mig sjálf sko. Við allavega okkur skortir ekki neitt þannig sko. En þú ert á leigumarkaði og það er væntanlega stór pakki. Já, það er rosalega mikið þegar leigan er orðið meir en mánaðarlaunin þín. Það er... Já. Og svo bara, það er allt orðið dýrt í dag, það er alveg saman hvað það er. Þú kom aftur að þessu sem þú varst að tala um á og verður að læra. Hvað ert að læra? Ég er núna að taka námskeið í fagmennt í umönnun fallara hjá Símant. Þannig að þig langar að starfa við þennan málaflokk? Ég er ekki búin að mynda mér skoðun á því hvort að ég vil eitthvað endilega, ég veit ekki hvort ég geti starfað eitthvað. Ég hugsa að sé nú engin betur að sér í þessum fræðum. En ég meina, ég get svo sem starfa við að hjálpa öðrum. Það er svona, það hjálpar mér að geta hjálpa öðrum. Þú hefur verið svolítið dugleg við það að aðstoða fólk. Já. Gefa góð ráð og svona. Já. Það er alveg, ég lifi svolítið fyrir það. Geti yfirleitt hjálpa öðrum meir en sjálfur mér. Hjörtur, hefur þú eitthvað umgengist aðra með einhverfu? Voru ekki einhverju svoleiðis þarna í Klettabæ? Jú, ég man samt voða lítið eftir því, sko. Já. Það er enginn í Þorlákshöfn sem að þú getur svona hangið með eins og þið nefnið það stundum? Nei, þú veist, ég er voðalega bara eina sem ég ger á daginn er að vinna, fer heim og síðan bara beint á æfingu. Já. Síðan bara fara að sofa, skilurðu. Já. Það er svona það sem ég geri dagstæðlega. Já, og þér kemur vel saman við systkini þín og svona. Já, elskaðu mér en allt. Er það ekki? Jú, og mamma mína líka. Og mamma henn er stóri kletturinn. Já, ég veit ekki hvað ég væri án þeirra. Það var sannlega að heyra þetta. Og mamma gæsa húð. Já, segðu. En hvað ég ætlaði nú að spyrja þig hvað tekur við núna, ég meina, það eru komið ákveðnu tímamótum hjá honum eins og ég var að nefna á þann og hvar lenda þessir einstaklingar þegar þeir eru komnir á þann aldur að þeir, eða eru þeir bara í heimahúsum alveg fram eftir öllu? Ég held það. Ef að kerfið ætlar ekki að fara að vakna, ef við ætlum alltaf að skýla okkur á bak við það að það sé ekki til peningar, þannig að þetta snýr ekkit bara ríkisstjórn, þetta snýr líka af sveitafélögum, já, mikil það er nóg til að peningum eins og í Ölfu sko. Já. Og við hljótum að geta lagt meira í þennan málaflokk. Já. Ég trú ekki öðru. Hvað heldur að vera að hægt að gera ef að sveitafélög landsins bara og öll,
tækju sér saman og settu einhver fjáröfl í Ég þetta má til með málefni. að nefna eitt tilfelli sem að ég vissi af. Vinkonu mín einn var þroskaþjálfi í Noregi, íslensk stúlka, og hún var forstöðumaður yfir heimili þar sem var bara einhverfur einstaklingur, að vísu mjög erfiður einstaklingur, en hann var með 5 starfsmenn í kringu sig. Já. Sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa og sálfræðing og hvað þetta heitir. Þetta var svolítið merkilegt að upplifa þetta. Hún sagði að það væri gríðarlega mikið gert fyrir. Við verðum náttúrulega líka bara að gera meira fyrir því. Þetta er framtíðin okkar og það fæðast mörg svona börn á ári. Og þetta er ekki eitthvað sem að rjáttlast á honum. Nei. En ég held að hann bara er einn af þessum hefnu að eiga sterka mömmu. Já, en það var svo mikið rætt geðteymi og geðteymi. Já. Nú er drengurinn þinn ekki geðveikur eða geðfatlaður á neitt nátt er það. Nei, ekki að mér vitandi. Ætti hann heima í einhverju svoleiðist heimi? Að sjálfsögðu. Já. Hann hefur aldrei komist inn í neitt svona teymi. Sko, þegar hann var 7 ára þá var hann í innlögn á Bugl í 7 vikur. Svo fóru við reynda til Danmörkur. Ég gat ekki hugsað mér að vera með hann í skólakerfinu eftir þessi 2 fyrstu ár í skóla hérna. Já, talandi skólakerfið áður við komum að Danmörku. Já. Hann var aldrei í bekk í skóla. Nei. Hann var alltaf einn með kennara eða einhverjum leiðbeinanda. Já, bara einn með þessum krökkum sem að... Fyrsta árum mitt í skóla var ég bara inn í bekk og já. Síðan ekki söguna meir. Varst ekki svolítið einangraður þá? Mjög einangraður. Þarna er náttúrulega, sko, þegar börn hafi ekki þessa hæfni til þess að fara inn í leik og starf. Hvað erum við að gera fyrir börnin? Hvað erum við að þjálfa börnin í? Og maður spyr sig. Og svo er annað, það þarf að vera mun meiri vitundarvakning og leiðbeiningar fyrir önnur börn innan skólans. Svo að þessi börn sé ekki að verða fyrir þessu aðkasti. Heldur að sé ekkert svo les í skóla? Það er ekkert nógu mikið. Nú er fjallað allt mögulegt í grunnskólanum eins og til bara dæmi samkynhneigð eða svona. Ég held að það sé nú fjalla mun meira bara samkynhneigð og kynlífstíma eða þess að kennsla hvað það er heldur nokkuð tíman verið að kenna börnunum og hvernig þessi börn eru, hvernig heimurinn þeirra er. Þú sagði mig líka í gær að hann hefði farið á mis við skólaferðalag. Já. Hann hefði ekki fengið að fara með. Nei, en þau telja sig eða skila sér á bakvið það skólinn heima og yfirvöld að við höfum ekki treyst okkur í að hann færi en ég átti að vera að vinna í því að finna stuðning fyrir hann eða eitthvað og svo þetta treysti hann sér ekki að fara heldur af því að þetta er í maí, þau höfðu alveg frá janúar til þess að veita honum stuðning og undirbúa þetta en það endaði svo að hann fór ekki með. Þetta lítur að vera mikil höfnun fyrir þig, Hjörtur. Mjög. Mjög mikil. Hvernig líður þér þegar þú ert settur svona til hliðar? Bara mjög illa. Og hvernig brýst það út, þessi líðan? Bara verður þú þunglindur og ferð inn í herbyggið þitt og... Já. Eiginlega bara svoleiðis, sko. Já, en þarna endar það náttúrulega líka að hann er settur inn á stuðla út af sjálfsmorðshugleiðingum. Já. Nú maður veit ekki hvað er það út á svona eða... Hvað var það sem að fékk þig til að líða þetta illa að þú hugsaðir það bara hreinlega að yfirgefa lífið? Var það eitthvað eitt sérstakt eða var það bara... Bara var ekki að fá nógu mikla hjálp. Bara það er aðalega bara það sem ég er búin að vera að bíða eftir, sko. Bara að fá hjálp. Er hann á einhverjum lyfjum? Já. Hvernig lyf er það? Sko í dag er hann á svona... þetta er reiðistjórnunarlyf. Og svo hefur hann greinst líka með ADHD, er það ekki? Jú. Og er hann með lyfið því líka? Nei. Það hendar honum ekki. Það hendar honum ekki? Nei. En hvernig brýst það út hjá honum? Kannski að ég að spyrja því frekar að því, Hjörtur. ADHD? Já.
Ertu frekar með athyglisbrest heldur en með ofvirkni? Já. Já. Áttu erfitt með að læra og einbeita þér? Já, bara svolítið rosalega mikið svoleiðis, sko. Já. Þráhyggjur. Já. En hann hefur, ég var nú svo heppin að ég náttúrulega tek ekki nei þegar ég að reyna að hjálpa barninu mínu. Þannig að fyrir 2 árum þá komist við að hjá Bertrand, ég sótti bara aftur og aftur. Komist við að hvar? Hann heitir Bertrand, barna- og unglingageðlæknir. Já. Vinnur meðal annars og Bugl og með einkastofu. Já. Þannig að hann búin að vera mánaðarlega hjá honum í 2 ára og hann hefur bjargað okkur að finna réttu lyfin fyrir drengin, sko. Það hefur bara aldrei verið gert. Það er gott að heyra það að þú verið einhvers staðar fengið jákvæðar undirtektir. Já, það er alltaf eitthvað jákvætt. Það er ekkert allt neikvætt. En er þetta kannski svolítið svoleiðis að þú ferð eitt skref áfram og svo 2 aftur á bak? Já, ég er alltaf á leiðin upp Þrengslabrekkuna og ég kemst aldrei í miðjabrekkuna og svo bara niður aftur. Já, þú getur leiðið þessu. Ég horfði svolítið svoleiðis á. Já, eða að reyna að komast upp á bakkan í sundlauginni. En aftur að Danmörku, þú fluttir þangað með fjölskylduna. Já. Var ekkert betri þjónusta þar? Já, jú, guð mig góður. Já. Það er alveg tvennt ólíkt og það eru kostur og gallar allstaðar, það er alveg sama hvar þú ferð. En með hin börnin, þá var þjónustan svo mikið betri líka. Já. En sú ferð var nú búin 2 árum seinna því að ég fekk ekki meðlög og svoleiðis með börnunum mínum. En ég gæti ekkert lifað þar. Þá hefur þurft að standa í svoleiðisvesinni. Já, það er vesin allstaðar. Já. En núna ertu með umönnunarbætur með Hirti, er það ekki? Mhm. Og færð að halda þeim. Já. En þú sagði mig líka alveg ótrúlega sögum að Tryggingastofnun hefði oftekið af þér, eða semst ofgreitt þér. Já. Ef hægt er að orða þannig. Þeir ofgreittu mér barnameðlög. Þeir segja þér. Og svo varstu rukkuð um það? Og þegar hann var í Klettabæ gerði ég samning við Barnavernd Reykjavíkur af því að mér varst nógu erfitt að láta barnið frá mér. Ég vildi ekki láta hann fjárhagslega frá mér líka. Vildi hugsa hann með fatnað og lífin hans og allt sem snýr á honum. Og jú, þeir sögðu það að ég fengi að halda umönnunargreiðslum og öllu. En fekk það í bakið 18 mánuðin seinna frá Tryggingastofnun. Feitan reikning? Feitan reikning. Og þú ert enn að borga hann? Já, ég er enn að borga líka frá Danmörku síðan 2018, sko. Og það er engin miskun hjá TR því að þeir segjast ekki vera lánastofnun. Að það er bara tekið af örorkubótum. Já. En þannig verður bara, það er verið að brjóta réttindi barna minna. Það er verið að brjóta þeirra, taka framfærsluna þeirra. Það er til eitthvað sem heita barnaverndarlög á Íslandi og það er líka til barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Já, það er ekkert, við verðum sennilega... Lögin eru til. Lögin eru til, en við verðum... Það þarf að fara eftir því. Það er engin vilji til þess að fara eftir þeim. Það er alltaf hægt að búa til einhver lög hérna, en að framfylgja þeim er svo annað mál. Þú þarft að, eins og ég segi bara aftur á sjálfur mér, að þú þarft að lesa það alveg til sjálfur með lögin og geta reikið ofan í kerfið og það er engin sem segir hverju þú átt rétt á. Þá veldur maður fyrir sér hvað fólk gerir sem er ekki mjög vel læst á lög og reglugerðir. Það getur leitað til mín. Já. Þakkaði fyrir það er fallega sagt. En þetta náttúrulega þeir ekki allir sem hafa bara orku í að berjast í þessu kerfi. Nei, þetta er rosa mikil vinna. Ef einhver heldur að það sé einfalt að vera bara öryggi heima með 3 börn og lesa ykkur lög, þá er það síður en svo. Ég held óska að ég væri bara út að vinna. En lífið þitt, Guðrún, Eva, hvernig er það? Ég meina, ferð ekki á mis við margt í lífinu sem að bara... Ég fer á mis við allt. Þú ferð á mis við allt? Ég er mjög félagslega einangruð. Ég er bara heima og sinna börnunum, vera til staðar. Þetta hefur haft mikil áhrif á þína daglegu venjur bara. Já. Reynda þekkir kannski ekkit annað síðustu 17 árin. Nei, raun og vera ekki, sko. En maður er alveg farin að finna, maður er farin að
eldast og þreytast og þetta langar mér að geta farið líka og ég hitt ekkert fólk orðið, sko. Maður verður þú er svo fastur í þessum heimi. Já, svona að þú ert í tölvunni á daginn leitandi og gramsandi og hringjandi í lækna og meðferðaraðila. Ég er svona gamaldags líka, ég er bara með bunga pappirum og alltaf að fletti í pappirum. Er það ekki? Jú. Hvað segir þú, Hjörtur? Hvernig svona horfir þú til framtíðarinnar? Þið langar að verða viðskiptahagfræðingur? Já. Setur markið hátt? Og atvinnumaður í körfubolta. Atvinnumaður í körfubolta. Það er nú ekki slæmt markmið eða slæm markmið að stefna að. Alls ekki. Svo er hann búin að samþykja svo ég geti haldið áfram að hjálpa honum að því að ég er honum svo stressuð mamma að hann sé að verða 18 ára. Það er sérst bara rúmt árið það. Já, hvað breytist þegar hann verður 18 ára? Þá í rauninni get ég ekkert gert neitt meira. Ekkert ákvörðun á valdi yfir? Nei, ekkert ákvörðun nema það að hann er búin að samþykja að leyfa mér að taka og halda hans forræði. Nei, ekki forræði heldur sjálfræði. Já, það er nú reyndar mjög gott. Já. Gott. En hvernig breytast svona meðlagsgreiðslur og umönnunarbætur þetta allt? Ég held að ég eigi að geta fengið til 20 að minnst ákastu. Ég veit ekki með meðlög en þó þannig væri að faðir rétt að meðlagi held ég, eða þú á meðan hann er í skóla. Já, það er alltaf bundið við skóla, sko, en ég held að það sé líka þegar ég eru börn í einhverjum háum umönnunarflokkum og sér í lagi ef hann gefur mér sjálfræði sitt áfram. Já. Ég er ekki tilbúin að láta það á meðan þegar ég er ennþá að berjast eftir tæpu 17 ár, sko, ég trúi ekki að sé búið eftir rúmt ár. Nei. Það slöknar ekkert þannig held ég. Já, þetta er sko við sem að höfum ekki þessa reynslu, við getum ekki sett okkur í þessi spor. Þannig að þetta vekur mikla athygli þegar þú segja mér í þetta. Ég var alveg steinhissa þegar þú varst að segja mér frá þessu öll saman. Og bara yfir höfu hvernig þú hefur getað komist í gegnum þetta allt saman. Já, það var... Svona sæmilega óbrjáluð. Já, svona ég missi vitið inn á milli, sko. Ég ætla ekki að neita því, en hver myndi ekki gera það fyrir veikt barnið sitt? En bara svo fólk átti sig á því sem er að hlusta á okkur núna, nú 3 börn, þú hefur enga stuðningur frá feðrunum. Nei. Og það er bara 0. Það er 0. Já, það er nefnilega, það er ótrúlega sárt. Og aldrei mikið sett börnin mín í pössun eða þannig. Hann hefur farið ömmu og afa. Til dæmis mjög góð ástæða að maður sé þunglyndur út af að maður fær ekki að tala við pappa sinn. Já, þú þráir það að fá að tala við hann? Vill bara, já, bara mér hefur pælt í því, sko, að það sé, mér líður bara svo, að það sé ógeðslega ósanngjarnt að aðrir fá að eiga pappa en ekki ég. Já, ég skil það alveg vel. Gæti hugsast að væri að hlusta á okkur kannski? Já. Gæti hugsast? Gæti, það geti verið. En þú átt þá væntanlega einhver systkini annars staðar, er það ekki? Já, 2 önnur. Já, lífið er alls konar. Það er alls konar. Það er alveg á hreinu. Já, gott fólk. Tíminn hefur alveg svoleiðis bara liðið eins og ég sagði að við gætum alveg setið og spjalla í 6 tíma, sko. Gætum alveg gert það, sko. En hérna svona lokum ætla ég að spyrja ykkur bæði. Ég minna, er hægt að hugsa takkið bara 1 dag í einu? Það er bara 1 dag í einu og í rauninni bara klukkutíma fyrir klukkutíma. Svona í hugsunum og við erum bara svo einstaklega heppin að eiga sameiginlega áhugamál. Já, sem er körfuboltið. Já, allt heimilið. Alveg snarklikkuð og körfuboltaleikjum. Já, hann skammast sín stundu fyrir mömmu sína. Mamman alveg að missa sig á árundapöllunum. Já. Það reyna við alla kannana. Mamma er nú svolítið sætkona, það var svo sem ekkert skrítið. En hérna, já, þannig að þið takið 1 dag í einu og Guðrún, ef að þú ert ljóninja, eins og þú sagðir, og ætlar að berjast fram í rauðan dauðan fyrir drengnu þínum. Og öðrum. Já. Og mér fallist sem hún sagðir áðan að ef einhver hérna úti er að hlusta sem veit ekki hvað hann á að bera niður eða er bara hreinlega að bugast, þá getur hann haft samband við því. Alveg bara. Og þér finnst það ekkert aukið álag? Nei,
Það bara, fyrir mér það frí frá mínum vandamálum. Já. Hjörtur, þú stefnir hátt, ég veit það, en hver eru svona markmiðin á næstunni? Ertu að fara að taka þátt í einhverju móti í körfuboltanum með eitthvað slíkt? Sko, ég bara, núna eins og er ég bara fókus á að vera deildarmeistari eins og ég fyrra. Í hvað flokk ertu? Ég í 12. flokk. Já, já. Það er svona markmiðið eins og er. Já. Hvað heitir félagsliðið þitt? Þór Þorláksson. Við erum græn. Þetta átti ég nú að vita, almáttur. En ég er handbolta- og fótboltakona, þannig að ég... Já, það er mjög skemmtilega íþróttir líka. Já, það eru það, sko. Hann fær ekki mömmu sína með áhorfin þar. Nei. En það var alveg dásanlegt að fá ykkur hingað. Takk fyrir að vilja fá okkur. Já, bara mín var, ég leyfi mér að segja heiðurinn, ég vil ekki segja ánægjan vegna þess að þetta ekkert ánægilegt umræðefni, en minn var heiðurinn að fá ykkur hingað og ég vil sérstaklega þakka þér, Hjörtur, því að þegar mamma stakk upp á því að, eða hún stakk ekki upp á því, ég stakk upp á því að þú kæmir og þá var ég svona aðeins tvístigandi að því í mínum huga eru einhverfur svona eins og The Rain Man. Já. svona eitthvað vesinn á þeim, en það er nú ekki aldrei sagt að sjá það á þér. Þetta er mikil elska. Þakklátt fyrir hans sem bara mömmu ungur og strákur. fallegur og greindur strákur. Takk. Sem fær ekki að flytja voru mömmu sinni. Nei, nákvæmlega. Innilega þakki fyrir komuna enn og aftur og gangi ykkur allt að sólu eins og sagt er. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir okkur. Við heyrum svo síðar, í næsta þætti verður tekið fyrir allt annað málefni. Verið blessuð. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég er með góðan gest hér í dag sem endri nær. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, aðgerðarsinni og félagsfræðingur. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það er nú kannski lítið farið fyrir þér svona síðustu árin en það þekkjaðu nú flestir sem aðgerðarsinna í svona þáu þeirra sem að verða fyrir fordómum vegna holdafars. Þú svona aðeins hvernig þið hljóð í liðinni viku þegar þú settir inn athugasemd vegna draga tillögu aðgerðaráætlun í málefnum offitu. Og þetta svona vakti nokkra athygli og mér langaði svona aðeins að spjalla við þig meira nákvæmlega þetta og svona hvað það var sem að fékk þig til þess að stinga niður penna í þetta sinn. Ég eiginlega bara veit það ekki. Ástæðan fyrir því að ég tók mig pásu og hefur lítið heyrt í mér er að ég bara neyddist til þess, var greind með áfallastreituröskun í kjölfara bara margþættar streitu og áfallast og náttúrulega tengdum þessum aktivisma sem að reyndi mjög mikið á og mér hefur rosalega mikið langað til þess að gera eitthvað svona auðvitað halda, ég brenn ennþá fyrir þessu málefni þó að hafa ekki heyrst mikið í mér og ég er ennþá að fylgjast með. En í hvert skiptis síðustu ár sem ég hef stast niður og reynt að skrifa eitthvað eða stinga niður penna þá bara hef ég fengið bara sjúklega bara líkamlega viðbrögð bara þó svo hugurinn vilji að þá hefur líkamlega bara sagt stopp. Svo var mér bent á þessa tillögu og og hún var komin til umsagnar og ég fór að skoða hana og bara, ég veit ekki hvað gerst. Allt í einu var bara sest í tölvinu og byrjaði að skrifa. Og ég horfði kannski bara dálítið á þetta sem bara svona dálítið mitt uppgjör sem aðgerðarsinna í þessu málaflokki í baráttu sem að ég upplifa að ég hafi tapað og þetta var bara svona
uppgjör á þessi tímabili, á þessari baráttu og ég leiði mér að vera óheflari en ég hef áður verið. Ég var meira á persónulegum nótum að segja frá samskiptum mínu við ráðafólk og hvernig komið var fram við mann. Og þetta átti svona dálítið að vera bara svona einhver lokapunktur, þú veist, á einhvers konar bataferli og en hingað komin. Og hingað ertu komin. Og þannig að þetta var nú ekki alveg lokapunkturinn. Nei, greinilega ekki. Nei, en það kannski vegna þess að það eru margir sammála það og ég veit að Hildur Lillendal svona eina af þeim sem tók undir orðin og svona önnur fræg baráttukona sem að hefur einhvern veginn svona stíjað eins út í sviðsljósinu mitt vegna bara, hvað var álags og þannig að þetta fór í umræðinu og ég fann það og maður kannski segir það, maður sér auðvitað bara svona sína búblu alltaf sitt feed á samskiptamiðlum en mér fannst svona eins og fólk hefði saknað þín svolítið í umræðinni. Það hefði vantað þessa rödd og kannski í allri þeirri svona umræðu og öllu því sem einhvern veginn í gangi í þessu málaflokki. Nú á ég úlingstúlku og ég finn fyrir því hvernig hún að verða fyrir sama áróðrinum og við urðum fyrir þegar við vorum úlingstelpur. Og það hefur orðin ákveðin afturför í því hvernig við horfum á holdafar og þá við öll kyn í rauninni. Þetta bara, feitt fólk eitthvað sem má ekki sjást og má ekki vera til og því grennri og svona því betra. Og ég finn einmitt, eins og ég segi, það hefur vantað svolítið svona þetta sterka mótsvar sem var fyrir nokkrum árum með þig og samtökin í broti fylkingar. En þín gagnrýni varðandi þetta frumvarp, á hverju byggist hún svona sérstaklega? Sko, hún byggist fyrst og fremst bara á því að þetta frumvarp og allar þessi aðgerðir eru algjörlega þyngdarmiðar. Og sko, það á að fara alveg á fulla ferðinu sjúkdómavæðingu sem eitthvað sem að líkamsveiningar sinnar og við samtöngum líkamsveiningu vorum mikið að vara við og á móti. Og það eru góður ástæði fyrir því. Það einfallega svo að sjúkdómavæðing á holdafari og þyngdarmiði nálgun að heilsufari hún veldur meiri skaða en hún gerir gagn. Og sko það var svo áhugaverð sko að það var settur saman starfshópur til þess að vinna skýrslu sem að skila draugum sínum í, mér langar að segja febrúar 2024, ekki alveg viss. Og þessi starfshópur skilar á sér þessar skýrslu og þar svona meiri hluti þeirra sem að sátu í þessum starfshópi voru svona kannski meira með þyngdarmiðar nálgun heldur en þyngdar hlutlaustri en samt komur á óvart hversi skýrsla hún var frekar balanseri. Það var talað að mikilvægt væri að sko með aðgerðir á breiðum grundvelli ekki horfa á holdafar, horfa á heilsu og heilsuvenjur og allt það sem hægt að bæta og virkilega vinna með án þess að valda skada. Svo þannig að það kom bara ánægilega óvart og þessi skýrsla síðan lögð eða á að hafa verið lögð sem grundvellur fyrir þessum drögum að frumvarpi. Og ég sé bara ekkert, það bara algjört ósamræmi. Það eiginlega bara ekkert þyngdar hlutlaust í þessum tillögum og sko semar aðgerðirnar sem að fara í, ég reyndar fór ekkert sérstaklega í það í umsögn minni af því að mér finnst þetta bara að segja sér svo sjálft og mér finnst hálfpartinn meðvirkni með einhverju bulli að vera eitthvað að reyna að greina einhverja aðgerðir á borði við að stofna ungmenna heilsugæslu, skema ungmenni á aldrinum 16-19 ára fyrir holdafari á áhættu þáttum offitu og kalla það svo inn í heilsueflandi viðtal. Eins og einhver á Facebook sagði bara, þú veist, það var ekki einu svona bjóðað um þetta, það var bara kallað inn eins og einhver kallaði bíla. Og annar hópur sem að aðgeri beinast að eru leghafar á meðgöngu. Við vitum að þá sérstaklega skema fyrir offitu í þeim hópi og reyna að draga úr nýgengna offitu hjá þessum hópi sem að svo sko leghafar á meðgöngu, sko, við erum að tala
þetta er hættulegasta og mest streitu valdandi tímabil í lífi allralega, þú veist, bara punktur. Við ætlum að bæta, þú veist, allar rannsóknir sem hafa verið gerð þessi málaflokki sýna að þessi hópur upplifir skimin við offitu og þyngdarmiðaðar áherslu sem fordóma, sem mismunun, það veldur vanlíðan, það veldur líkamsskömm og sko við vitum að það leiðir síðan til óheilbrigða, þú veist, heilsuvenja. Þú veist, fólk fer að svelta sig, það fer í megrun og þú veist, þetta hefur áhrif á hreyfingu og allt þetta skilur og þú veist, þetta hefur bara rosalega mikil áhrif á sko streitu búskap í líkamanum sem er nægur fyrir á meðgöngu. Og það er líka einmitt eins og á meðgöngu, það er ekkit eitthvað hlaupið að því að vera með eitthvað stort og mikið sko heilsufars inngrip inn í miðja meðgöngu alveg sama hvað. Sko. Alls ekki, sko fólk á að þyngjast á meðgöngu. Það segir sig bara sjálft. Og að ætla að greina offitu á þessu tímabili í lífi fólks sem að er þarna langa oftast tímabundi að ganga í gegnum mikla þyngdaraukningu og sem gengur síðan að miklu leyti tilbaka. Þú veist, þetta er bara, já, þú veist, og allar þessar aðgerðir það eru hvergi færð almennileg rök. Þú fær hvergi að sjá heimildir á bak við neitt sem lagt er til. Þrátt fyrir áherslu heilbrigðisráðherra á gagnreyndar aðgerðir. Að það var bara rosalega erfitt að sjá þar í þessari tillögu. Þannig að sko þetta veldur bara verulegum áhyggjum og hérna að það sé ekkert skjól eða ekki gert ráð fyrir því að fólk skuli kjósa þyngdarhlutlausa nálgun að heilsufari sínu. Við erum að útiloka þetta fólk þennan hóp freka frá heilbrigðiskerfinu. Og hérna og mér finnst þetta fásinna og mér finnst þetta bara vera bara stór slys sem að við erum að fara að horfa upp á og sérstaklega mitt í þessu umhverfi sem við erum að horfa upp á í dag. Þú veist, það var bara fyrir 2 dögum eða eitthvað, það var klínískur næringarfræðingur hjá RÚV í viðtali að segja bara, þú veist, bara það hafi verið svakalega breytingar gerast en síðasta ári hún er bara að horfa upp á eitthvað sem bara, þú veist, bara ádraskanir eru bara á húrrandi uppleið. Ég sé það einmitt eins og ég segja, ég á Úlingsdóttur og ég fylgist með því sem hún er að skoða á internetinu. Svona eins og ég vona að flestir ábyrgi foreldrar hérna geri og við þurfum einmitt að taka þetta samtal. Ég hefði aldrei ímyndað mér að þurfa að taka þetta samtal eins og staðan er í dag og eins og eftir allt sem undan gengið, þína baráttu og þeirra sem gengu undan einhvern veginn að þurfa að eiga sko svona samtölum heilsuholdafar á þessum nótum. En það er hérna eitt sem ég hef tekið eftir reyndar í umræðinu og það er eins og fólk skilji ekki alveg hérna að offita, sjúkdómsvæðingin offita, hún á ekkert endilega bara við feitt fólk. Heldur þetta í rauninni, þetta er einhverju svona samverkandi þættir, það eru hérna sykursýki 2 og einhverju svona hérna eitthvað innvortis sem að fer að bila. Og þess vegna er ekki rétt skilja á mér að þetta er svolítið bara ruglandi orðalag svona fyrir það fyrsta. Ég er ekkert hissa á því að sér pinguringlur af því að þetta er bara gjörsamlega óskiljanlegt þessi málflutningur af hálfu fulltrúa þyngdarmiðaðrar nálgunar. Og sko mótsagnar eru svo margar að þú nærð aldrei einhvern veginn utan það sem að kemur frá þeim. Sko, já, þú veist, maður veit eiginlega bara hvað maður á að byrja, en þú veist bara ef við byrjum á því að offita sem sjúkdómur á sem sagt að vera, þú veist, þetta er bara hvenar verður offita sjúkdómi. Og bara svo ég taki dæmi, í gær var alþjóðadagur offitunar sem er haldinn hátíðlegur alla Evrópu af hálfu fulltrúa þyngdarmiðaðrar nálgunar. Og í tilefni því skrifaði hérna félag fagfólks um offitu grein á Vísi í gær. Og þar komaði inn á þetta er bara frekar ruglandi allt saman og kannski ekki skrítið. Þú veist, að því að við erum að blanda saman, eða fólk er að ruglast á hvað er offita.
fólk er að rugla BMI 30+ við offitusjúkdóminn. Já. Að þykja maður sjálfur of feitur eða vera of feitur samkvæmt einhverjum svona stöðlum, það þýðir ekkit endilega að þú sést með sjúkdóminn offita. Nei, sem sagt, offitusjúkdómurinn verður þegar fituvefur í líkamanum er orðinn sjúkur og sendir frá sér eitthvað skonar brenglandi boð sem að, þú veist, hormónar og fleira sem hefur séðan brenglandi áhrif á efnaskiptastarfsemi líkamanns og getur þannig leitt til áhættu á sem sagt, mörgum svona þar sem við kallum lífstílsjúkdómar. Þú veist, einmitt sykursýki 2, hár blóðþrýstingur, hjarta- og æðasjúkdómar og allt þetta. Og það var tekið fram í þessari grein að offitusjúkdómurinn er ekki eitthvað sem að sést utan á fólki og það er hægt að greina hann allstaðar á þessu líkamsstöðuls þyngdarskala. En af hverju opnaði þá greinina á einhverjum hamfara yfirlýsingum hvað við erum orðin feit og 70% þjóðarinnar er í ofþyngda offitu, 28% af þeim eru of feitir. Þú veist, þetta er búið að vera stefið í þeirra orðræðu aftur og aftur og aftur að rugla þessu saman sjálf og kvartarsöndan upplýsingaóreiðu málaflokkin, skilur við. Og sko þetta er alltaf, þú veist, já, það er eiginlega bara ekki alveg heil brú í því hvernig fólk tala stundum. Og það á að vera hægt að gera þennan greinamun af hverju sko þetta er vissilega áhættuþættur og þú veist bara ef þetta er sjúkdómur sem sagt sjúkur fituvefur sem að hefur þetta brenglandi áhrif af hverju heitir hann það sama og BMI 30+. Og þetta er umræða sem við höfum oft tekið við þessi aðala, margoft og ítrekka af hverju ósköpunum er það bara ekki hægt að kalla þennan sjúkdóm eitthvað annað. Þetta er svo ruglandi. Þetta er eitthvað sem að bara hefur bara mikil áhrif á fólk og ítrændu fitufórnuma og þú veist, fólk heldur að sé verið að tala bara alla samkvæmt BMI stuðlinum. Og það er alltaf svona, og það gerist ekki neitt. Þessi tillaga hefði verið gulli tækifæri til þess að skilgreina þennan sjúkdóm betur og fókusa á þennan hóp sem er þá með þennan sjúkdóm með efnaskiptavillu eða hvað sem við viljum kalla hana og greina hana þá, þú veist, fá mælitæki til þess að greina hana en þú veist, af hverju eru þá aðgerðirnar að snúa að því að lækka nýgenglu offitu samkvæmt BMI-stuðli, af hverju eru markmiðin þá að börn á Íslandi verða ekki lengur þau feitustu á Norðurlöndum. Hvernig, af hverju erum við að miða BMI-skalan í alþjóðlegum samanburði þegar við eigum að vera að tala sjúkdóminn offitu? Þetta er mjög ruglingslegt. Þetta er mjög ruglingslegt. Og En það er þetta rosalega erfitt þarf að ekki. útskýra Já. af hverju þetta er ruglingslegt af því að þú veist, það er svo erfitt að ná utanum þetta og benda á alla mótsagnar og þú veist, þetta er svo mikið mindfuck. Og þú veist, og þessi, þú veist, allar þessi sömu aðeins að segja, þú veist, ég meina, já, þú veist, það bara fertalt eftir í ákveða degið og hittir á þetta fólk hvernig skilgreinir offitu og sjúkdóminn offitu og hvenær hann hefst og nú að vera að tala sko að við þurfum einhverja aðferð til þess að stiga offitusjúkdóminn og hvert hann er kominn og þá er sem sagt verið að horfa á, það er umfram minnir að hús skilgreini offitusjúkdóminn sem svo að þetta er umfram líkamsfita sem að hefur síðan neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar. Og þetta kallast þessi stigunarskali offitusjúkdómsins sem kallast Edmonton-skalinn og er þróaður af kanadískum samtökum. Hann er byggður þannig upp að fyrst ertu metin með offitu eða í ofþyngd samkvæmt BMI. Það er alltaf fyrsti parturinn af greiningarviðmiðinu. Svo er kannað hvort að þú stjert með einhverja fylgisjúkdóma offitu. Og það getur bara verið, þú veist, bara
hvað sem þú veist, það getur verið einmitt sykursýki 2, það getur verið allir þessir þættir. Ég einmitt greindi sjálfa mig í samkvæmt þessum skala og nú ég náttúrulega í offitu og ég áfallastreituröskun sem að geti talið sem kvíðaröskun og mér hætti til að fá magabólgur að streitu. Þá ég á stigi 2 og þá alvarlega íhuga sem sagt inngrip að báru við aðgerð og lyfjameðferð. Þú veist, það ekkert verið að hugsa hvaðan kemur þessi kvíðaröskun, þú veist, hvaða utanaðkomandi aðstæður eru bara að því að tarmmargrið yfir BMI-stöðlunum þá og með kvíða, þá hún komin á skref 2 í þessum skala. Einmitt, þú veist, þannig að fyrsta skrefið alltaf í greiningu offitu sjúkdómsins, það alltaf BMI eða umhaldsmæling eða hlutfallsmæling eða hvað það Og svo einhver fylgjasjúkdómur með eða eitthvað krankleiki og þarf ekki að vera það. Þú stig 0 á þessum skala, það sem þú þú ert feitur og bara ekkert að þér. Það samt mælt með þyngdarsveitunum aðgerðum til forvarnar. Þú veist. Þannig að þú veist, við getum farið í endalausa hringi og sko bara Guð minn, hvað trúðum ég fara svo margar hringi með þetta. En við endum alltaf á einum stað. Þetta snýst útlit, þetta snýst holdafar. Þessum aðgerðum beint gegn feitu fólki. Og við að jaðarsetja hann hóp, við að misminna honum þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Þú veist, bara þú veist, ég labbi inn á heilsugæslu og þú veist, með áfallastreituröskun og greint með offitusjúkdóminn og sett á vekuvítskilur meðan einhverju kjörþyngd, þú veist, fær gaggreinda meðferð, þú veist. Það einmitt annað sem að mér langaði að ræða við því og það einmitt þessi Ozempic Wegovy væðing. Nú veit ég að þú hefur ekkert á móti því að fólk sæki sér þá meðferð sem það telji sér þurfa og bara svo það sé tekið hér skýrt fram. En það hefur orðið alveg svona gríðarleg sveifla í þessum þyngdarstjórnunarlyfjum og alveg svona ólíklegast að fólk einhvern veginn virðist hafa aðgang að þessum lyfjum. Það hefur verið sýnt fram á það að þau ekkert endilega neitt ofboðslega góð, þau ekki nógu reynd til þess að þessi komnir í ljós einhverju svona langvarandi svona langvarandi, hvað ég var að segja, bara svona áhrif á líkamann en fólk þarf að vera á þessu lyfjum helst bara út ævina. Já, það punktur sko sem að koma upp eftir að það komi ljós að eftir að fólk hætti á lyfjunum og það þyngist það 4-fold hraðar en ef það hefði bara lést með venjulegri meirun. Þú veist, þetta rosalega og það áhugavert að sjá að í skýrslu starfshópsins og í tillögunni þá það alltaf verið að vara við öfgakenndum meirunum. Og þú veist, við vitum að öfgakennda meiranir hafa verulega skaðleg áhrif á líkamann og einmitt sjálfstæðar áhætti þáttur fyrir þessi lífstílstengdu kvillum og þú veist, bara, þú veist, auka dánatíðni, auka tíðni ádraskana, þetta bara verulega skaðlegar afleiðingar og því miður óhjákvæmilegar afleiðingar af því að fara í meðrun. Líkaminn og þú veist, þetta ekki lengur umdeild staðreynd. Líkaminn fer í varnargír, hann upplifir þetta sem neyðarástand, hann upplifir þetta sem lífshættulegt tráma og fer í alls konar mótvæðis aðgerðir til þess að þyngjast aftur. Þannig að það bara svo eðlilegt að þegar við að hann taki andanum yfir höndina og við þyngjumst aftur og á sama tíma og verið að vara við öfgakenndum megrunum og afleiðingum þeirra að þá erum við náttúrulega að sjá þessa bylgju lyfja sem að virkar rosalega vel, þú veist, fyrir það sem þau að gera, sem að létta fólk. Við höfum ekki séð hratt og mikið þyngdartap af lyfjum bara áður og það talaði að þú veist, þetta sé bara orðið á pari við, þú veist, eftir aðgerir þyngdartapi. En þú veist, af því að þetta svo öfgakennd sveifla niður, að þá verður sveiflan upp líka svo öfgakennd, eins og ég segi 4 sinnum hraðar heldur en í venjulegri megrun.
Þannig að þegar við erum að tala lyfjameðferðir, þá erum við líka að tala eina öfgakenndustu megrun sem við höfum séð hingað til. Og þá lausnin við því að vera á lyfjunum til lífstjár og bara rökstuðningur sem bara mega fullkominn sens. Þetta náttúrulega bara lyf eins og öll lyf og þau virka bara meðan þú ert á þeim. Sko, það engin gögn sem sýna fram á það að fólk geti verið á þessu lyfjum til langs tíma. Lengsta rannsókn sem Novo Nordisk hefur gert á Wegovy leiddi í ljós, það var sem sagt verið að fylgja stórum hóp eftir. Það byrjuðu 8.803 einstaklingar í lyfjahópnum. 4 árum síðar voru innan við 1000 eftir. Og þetta bara rosalega dæmi gert fyrir þyngdartapsrannsóknir og við erum búin að vera að sjá þetta aftur og aftur núna í þessa rúmi öld sem við höfum verið að rannsaka þyngdartap. Að það að líkaminn byrjar að berast á móti, fólk byrjar að þyngjast aftur og það hættir þátttöku rannsóknir, það heltist úr lestinni. Þú veist, þannig að það bæði það líka aukaverkanir sem að fólk þolir ekki lengur. Og sko, sem sagt, tölur og lyfjagagnagrunum og Bandaríkjunum sýna að þau sem hefja meðferð á þessum lyfjum, þau bara 15% ennþá notaði 2 árum seinna. Þannig að fólk ekki að endast á þessum lyfjum. Gögn Novo Nordisk sýna sjálf fram á það, bæði þessi rannsókn sem ég vísa til og líka rannsókn sem gerð var aukaverkanum fyrir börn. Og það var mjög greinilegt að það var ekki séns fyrir neitt af þessum börnum að endast á þessum lyfjum út ævina bara út af aukaverkunum. Og þannig að sko það svo einmitt mann finnst maður velta fyrir sér sko, það ákveðin ábyrgðar hluti að svona eiginlega dæma fólk til þess að vera á einhverju lyfi fyrir lífstíð. Það virkar rosalega vel í þennan tíma sem að tekur að grenna fólk í rauninni og það sem að gerist fyrir þau sem kannski ekki vita að þetta minnka matarlist og breytir matarlistinni upp að því marki að fólk verður fljótt sattara og svona hefur einhvern veginn svona fær svona klíu yfir í mat og þetta svona þetta í rauninni bara svelti. Þetta eru lyf sem hjálpa líkaminn að þola svelti betur í lengri tíma en við verðum ekki að reyna að gera það með viljastyrknum einum. Það bara það. Þetta sem sagt bæði aðgerðir og þessi lyf eiga það sameiginlegt að þau snúa á þetta þyngdarstjórnarkerfi líkamanns í smá stund, ná að blekkja í smá stund. En að því að þetta kerfi svo sterkt hjá okkur, þetta eitt af okkar elstu survival instinct, og þetta ekki einu sinni, þetta ekki undir okkar vilja, þetta bara eins og við öndum, hjartaslæðir, þetta tilheyrir þeim parti af taugakerfinu, við höfum ekki viljastyrk yfir það, á endanum nær líkaminn yfir hendina því að hún langar svo mikið að lifa af og það svo fallegt. En einhvern veginn erum við búin að hefur samfélaginu tekið þetta skilgreina þannig ótrúlega sterka og fallega survival innsæi líkamanns sem heldur okkar gangandi, sem heldur okkar lífi sem krónískum og relapsing sjúkdómi þegar hann byrjar að snúa ferlinu við. Akkurat. Þannig að og þetta bara alveg ótrúlega þrjóska að vinna ekki með þennan raunveruleika sem við höfum í dag. Svona líkaminn okkar. Við erum búin að vera að reyna að létta hann og búin að gera svo mikið til þess að snúa á hann, svo maður segja. Það eina sem það hefur skilað okkur það að við erum stöðugt að ganga lengra og lengra inn á þetta kerfi líkamanns. Við erum stöðugt að valda meira og meiri skada með tilheyrandi afleiðingum. Þannig að þegar við tölum afleiðingar offituðu þessa bla 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 bla, þetta eru líka afleiðingar af endurtekna þyngdartapstilraunum sem náttúrulega bara gífurlega streituvaldandi fyrir líkamann. Sjálfstæðar áhættuþættir fyrir sykursýki 2, hám, blóðþrýstingi, efnaskiptavillu, öllu því sem við erum að tala og við tölum alltaf sem offitu. Þetta eru afleiðingar af jaðarsetningu, fitufordómum, streitu, lakara aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Þetta bara, en samt erum við erum alltaf að reyna að tala við erum svona
við erum alltaf að dýpka hjólfurinn á sama staðnum í einhverju sem að virkar ekki og hefur bara skilað okkur í verri heilsu og því að við erum feitari. Vegna þess að þegar líkaminn nær loksins stjórn aftur, að þá er hann búin að læra af hungursneiðina sem hann upplifir í meðruninni og hann er bara, heyrðu, ég ætla að undirbúa mig fyrir næstu hungursneið. Og 1/3 til 2/3 sem að fara í þennan þyngdartaps aukningar cycle en þyngri heldur en þeir eru byrjuð. Og þannig að sko allar þessar aðgerðir ganga bara algjörlega þvert öllu því sem verið er að reyna að ná fram. Svona fyrir utan líka kostnaðin við sko lyfjakaup, ég meina ríkisins er náttúrulega virkilega hára því að það er alltaf verið að tala að þessir lífstílsjúkdómar kosti ríkið svo opaslega mikið. Það var svona einn af þessum talpunktum sem hafa verið svona lofti og maður velti fyrir sér svona já en sko þessar meðferðir sem eru hugsaðar út ævina þær kosta líka rosalega mikið. Og svo kannski afleiðingarna sem að við eigum eftir að sjá vonandi ekki en mögulega af langvarandi notkun þessara lyfja í 10 ár, 20 ár, 30 ár. Ég tel meiri líkur en minni því miður að við munum sjá mjög hræðilegar afleiðingar af þessari lyfjanotkun og þú veist þetta, ég held að í kringum 4/4 af þeir sem að hefja lyfjameðferð eru komni með vannaringu innan 12 mánaða, 40% af þyngdartappinu sem á sér stað eru vöðvatapp. Og þegar fólk þyngir síðan óhjákvæmilega aftur að þá er það ekki að bæta aftur á þessu vöðum, það er að bæta aftur á þessu fitu. Þannig að hlutfallslega verðum við feitari. Og hérna erum við bara að tala afleiðingarnar af sko þyngdartappinu sjálfu og þessari sveiflu sem við förum í. Við erum ekki að tala sko sjálfstæðar aukaverkana af lyfinu, þú veist, sem að þú veist, þetta er brisbólga, þú veist, það er alltaf að bætast við hana lista, það er núna komið blinda, hætta á krabbameini, það er sem sagt, sérstök viðvörun á lyfinu, út af ákveðning tegund af krabbameini og þú veist, hvað var að magalömun og svo líka bara það að fólk er líka bara ekki endast á þessu lyfi af því að það bara drepur niður alla ánægja af því að þegar þú drepur niður þegar þú bælir þessa mjög svo bráðnauðsynlegu instinktu okkar fyrir að borða og þú ert að bæla hungur og settrumörkin sem að við fæðumst með og ert að brengla þau og rjúfa þannig tengsl við líkamann. Mjög meðvitað að þá missum við líka ánægju fyrir bara alls konar hlutum eins og kynlífi og góðri tónlist og fólk er að tala að það bara missir áhugan öllu og missir ánægjuna af öllu og þú veist þannig að Já, það er eitt mjög áhugavert sem að ég hjó eftir í því sem þú sagðir áðan og það er þetta sko með að þegar fólk bætir á sig aftur þá er það ekki bæta og það hefur það ekki verið að bæta þessu vöðumassa og það er svona eitt sem að virðist vera svona meginstefið í þessu öllu saman og það er að fólki er ekkert endilega að borða hollara. Það er ekki að hugsa betur sig, það er bara að grennast rosalega rætt. Er þetta rétt skilið hjá mér? Í tillögunni það kemur til dæmis fram að það þarf að fylgjast mjög vel einmitt með vanaringu og vöðvatappi og líka lítilli virkni sem að auðvitað gerist þegar þú hefur ekki orkuna til þess að hreyfa þig. Þannig að þetta, þú veist, það er alltaf að tala að þetta eigi að vera svo heilsusamt og flott og fyrst og fremst að bæta heilsu frekar en útlit en samt eins og bara í tillögunni sjálfri þá að tala að þú veist, þegar að tala árangur af einhverjum aðgerðum þá er alltaf fyrst tala þyngdartappi. Þannig að þú veist, bara við þurfum bara að tala hlutina eins og þeir eru. Einmitt. Og það er alveg sama hvernig hvaða orð eða nafn þú notar yfir hlutina, hvort það sé offitusjúkdómurinn eða efnaskiptavilla eða hvort þetta er ekki öfgakennd megrun heldur offitummeðferð eða koma jafnvægi á þyngdarstjórnunarkerfi líkamanns. Þú veist bara
líkamann okkar er alltaf eins og hann bregst alltaf eins við. Þú veist, ég get ekki farið að kalla allt í einu epli appelsínur og ætla til þess að allir haldi það sama hérna í frá, skiljum. Það eru bara hugaróra í mér. Þú veist, þetta stenst ekki nánari skoðun. Leið og ferð aðeins að íta á að það bara reynir spilaborgin. Og það er bara búið að vera rosalega frústrerandi einhvern veginn að þurfa að setja undir þessi málflutningi eins og hann meiki eitthvað nokkuð sens. Þú veist, bara getum við hægt að setja eitthvað krúsidúlur í kringum þetta og þú veist, láta sem þetta snúist heilsu en ekki útlit, þegar við erum alltaf að miða við holdafar, þegar við erum alltaf að miða við BMI, þegar við erum alltaf að reyna að lækka þetta, þrátt fyrir yngri þjóð í heiminum ef við tekist að lækka BMI-stöðlinn. Þú veist, þetta er bara svo, þú veist, þetta er bara hálfgerð brenglun. Þú veist, hvenær ætlum við að fara að byrja að vinna með raunveruleikann eins og hann er, fara að vinna með líkama okkur eins og hann er, taka þá í sátt og heilsueflan í staðan fyrir að minnkan. Þú veist, sem að hefur hræðilegar afleiðingar. Þú veist, það eru til skaðaminkandi nálganir að heilsufari og holdafari og við erum búin að vera að talast fyrir og berjast svo lengi og það hefur ekki verið neitt vilja til að hlusta. Og þessar aðgerðir sem við sjáum í tilhæðinu núna, þetta eru bara afleiðingar af því að fulltrúa þyngdarmiðja nálgunar fá bara algjörlega lausan tauminn. Bara algjörlega. Og eins og ég segi, þetta verður stórslys. Ég varstu fyrir miklu vonbrigðum með ráðherra, þú svona lýstir því svona stuttlega í auðvitað þinni umsögn að ykkar samskiptum, en svona sko, já, er þetta gríðarleg vonbrigði og er þessi stefna ráðherrans, er hún þér gríðarleg vonbrigði? Nei, ég vil svona fullkomlega viðbúðum við mín fyrir samskipti við hana. Og sko, ég tók við formennsku í samtöku líkamsvirðinga árið 2016. Það eru 10 ár síðan þar? Já, var kjörin sama dag og Trump var kjörin fyrst forseti. Mjög gaman að það sameiginlegt, en og þú veist, tilgangur samtakana var að tala fyrir þyngdarhlutlausu nálgunum að holdafari og heilsufari og efla líkamsvirðingu í samfélaginu. Og á þessum tíma þá er svona dálítið svona, þá er farin að komast meiri kraftur í þessa bylgjusjúkdómafæðingar og samtök víða heima að skjóta upp kollinum, bæði fagfélög, fagfólks og sjúklingasamtök og það sem að þessi samtök eiga flest sameiginlegt er að það er alltaf eitthvað svona móðursamtök eins og evrópsku samtökin og svo eru minna samtök í hverju landi fyrir sig, en allavega móðursamtökin eru alltaf vel styrt af lyfjaframleiðendum og öðrum hagsmunaaðilum í þessum bransa og og í þessum heimi kannski sem að við búum í núna, það sem er endalaust verið að afhjúpa bara alls konar spillingu og í efstu lögum samfélagsins, að þá ættu við einmitt bara sem samfélagi að staldra svo litið við og svona bara svona skoða kannski hvaðan upplýsingarnir sem við fáum frá hinu opinbera, hvaðan þar eru að koma og sérilagi þegar við erum að tala um svona heilsufarsinngrip. Heilsufarsinngrip gagnvart mjög jáðsettum hópi. En það hefur bara verið bara rosalega lítil umræðum. Heimildin kom í geggja fréttaskýringu í janúar 2024 og afhjúpaði þar að greiðslur Novo Nordisk til íslenskra lækna hefðu áttfaldast á sama tíma og notkun lyfjanna hefði rokið upp og svo sem trónaði efst á lista við að tala við hana en hún er sem sagt, hún er svona, ég veit ekki hvort hún er formlegur og óformlegur svona daldi bara svona, hún náttúrulega veit mikið lyfin, þannig að sko jafnvel eftir þessa fréttaskýringa heimildarinnar og alla þá umræðu sem varð hana að þá er hún samt alltaf fyrsta símtal þegar það kemur upp ekki gagnrýni lyfin frá fjölmiðlum. Það hefur ekkert breyst þar og ég var fyrir vonbrigðum með það, verð ég að segja.
að hún svona helsta röddin sem að heyrist í umræðu þessi lyf og hún tekur aldrei fram að hún sé að þiggja greiðslur frá lyfjaframleiðendunum og bara svo ég takja fram að eins og kom fram í umfjöllunarheimildinni það hvorki ólöglegt nýja brota siðareglum en það svona talið óheppilegt og þætti betra ef að hún tæki það sjálf fram skýrt. Ég veit að mér þætti betra að hafa allt svona upp á borðunum ef ég færi inn til læknis og ég tæki við ykkur ráðlegging frá honum ég fengi að vita það fyrirfram ef hann væri á launaskrá hjá lyfjafyrirtæki. Akkurat, algjörlega. Þetta bara almenningur á náttúrulega bara rétt á að ég jafnvel þó svo ég sé gagnrýnin á lyfjunum þessar aðgerðir þá ég bara mjög sterkar skoðun á því að það beri að virða sjálfsákvörðunar rétt okkar og að minnka líkama í nútíma samfélagi, það heilbrigðisþjónusta. Bara, og ég vildi óska þess að það væri ekki þannig, en það heilbrigðisþjónusta í samfélagi sem að fitufordómafullt, sem að skerðir aðgengi, sem skerðir tækifæri feits fólks til þess að lifa mannsamenda lífi, að þá bara skiljið svo vel að fólk vilji lifa í meira sáttu samfélagi, meira sátt við sig og ef það vill minnka líkama sinn þá á það klárlega að fá að gera það. En ég vil að sami hópur fái samt mjög skýrar upplýsingar mögulegar afleiðingar og fylgikvilla og þessi tekur mjög skýrt fram að mjög líklega það bara viðurkennt í dag að bæði aðgerð og lyfjameðferð eru tímabundin inngrip, bæði hvað varðar þyngd og líka fylgikvilla. Og það aldrei sett í það samhengi að aftur þetta þyngdarstjórnunarkerfi líkamann sem að vinna það tilbaka, vinna líkamann tilbaka. Það alltaf ábyrgðin alltaf sett á sjúklingina, á skjólstæðingana og það bara eitthvað sem hefur endur óma í opinberu orðræðu frá læknum, frá heilbrigðisstarfsfólki sem að sinna þessum hóp og veltir allri ábyrgðina yfir á hann. Og það bara, ef það hefur bara farið betur á leiðbeiningunum og ef þú hefur bara getað gert þetta betur og bla bla bla, eins og ég segi, það engin viljastyrkur, við erum ekki að tala um það. Borðið meira prótín. Ég sá svona mím daginn sem að mér fannst svolítið fyndið, það var ég varð ekki fyrir svona miklum svona peer pressure sem unglingur taka eiturlyf eins og ég sem fullarun manneski að borða prótín og mér finnst það svolítið fyndið en það kannski svolítið lýsandi líka fyrir einmitt þetta samfélag sem er svo ofboðslega upptekið af holdafari og því sem við látum ofan í okkur og einhverju svona undarlegri tengingu næringar við útlit og heilsu og líðan út frá því svo. Við erum alveg ótrúlega öfgakennd og þú veist í prótín þetta frábært og ég meina að þú lifir þannig lífstíl þá bara segja algjörlega að þú getur þurft þess og svo náttúrulega alltaf líka bætast við að fólk þarf að bæta við prótín inn í fæðina að það hefur til dæmis farið í aðgerð eða á lyfjameðferð eitthvað svoleiðis. En hver þarf prótín bætt pasta? Eða popp, ég sá það daginn líka. Það kom prótínbætt útgáfa Philadelphia-osturinn sem maður getur skellt í eðluna. Þetta bara, við erum svo öfgakennd, þetta svo galið. Þetta svo galið og þetta þetta líka bara enn eitt dæmið það hvernig svona kapitalismin hefur innreið sína í að bara að hvað sem í rauninni og svona virðist bara ætla að skemma ansi góða baráttu sem hefur verið í gangi árabil og við erum einhvern veginn svona aftur að virðist komin á svona ákveðin 0 punkt aftur komin tilbaka. Já, ég var búin að vera að vara við þessu í mörg ár, skilur, hvert við varum að fara. Já. En mér hefði samt aldrei, mitt worst case scenario, þetta er svo miklu færri, raunveruleika svo miklu færri en það var, skilur, ég hef aldrei geta spáð fyrir þetta, ég hef aldrei geta búist við þessu og líka bara ekki neginn, ég sá ekki fyrir þau ítök og áhrif sem að lyfjafyrirtækin með sinn moneymaker hana myndi hafa umræðuna og hvað lyfjafyrirtækin myndi velta miklu fjármagni inn í þetta. Og ég man alveg bara svona fyrst þegar Saxenda og allt það var að byrja og svo kom Ozempic að ég var svona alveg bara
mér fannst ekki meika sens hvað var að koma frá lífeyrisfyrirtækinu. Ég var svona alltaf að reyna að fá okkur botn í þetta og bara þetta verður ekki saman við þetta og eitthvað svona bara hvað eru þið að gera? Svo var ég að horfa á þættina Dopesick í janúar 2023 þetta eru leiknir þættir Oxycontin faraldurinn og hvernig Purdue Pharma sem sagt kom honum á stað. Og þetta var bara svona, ég leið bara svona eins og ég var í bíómynd, þetta var svona bara svona upplifun, bara svona opinberun, þar sem ég var með öll þessi púsluspil og loksins kom ramminn utanum einhvern veginn og þetta meikaði loksins allt sens. Og og það bara frekar augljóst að Novo Nordisk og Eli Lilly og öll þessi lyfjafyrirtæki að nota sömu leikreglur og Purdue Pharma í Oxycontin skandalnum og það meðal annars að endur skilgreina vandan og fyrir orðina sjúkdómi sem bara ennþá mjög erfitt að skilgreina og alltaf þegar maður reynir að fá okkur meira upplýsingar en offitusjúkdóm og hvernig hann virkar og hver meingerinn, þá alltaf bara svona, já þetta svo flókin meingerð sko, þú myndir ekki skilja, þetta bara svona reglífar hugtak. Ég verið ekkert heyrt sjúkdóm sem reglífar hugtak yfir aðra sjúkdóma. Og þannig að það endurskilgreina vandan, það að færa heilbrigðisstarfsfólki verkfæri til þess að greina vandan sem Edmonton-skalinn, stigunaskalinn sem ég var að tala áðan og byggist fyrst og fremst á holdafæri. Það að koma upp svona AstroTurf samtökum víða heim og velta fjármagni inn í þau og fá lækna til þess að greiða læknum fyrir að lobbya fyrir notkun lyfjanna sína án þess að taka það sérstaklega fram. Það líka sko að gera lítið úr aukaverkunum. Mjög markvisst að gera lítið úr aukaverkunum og afleiðingum lyfjanotkunar og ýkja árangurinn verulega. Til dæmis þessi rannsókn sem ég talaði áðan og sýndi bara skýrt fram á bara 10% af þeim sem að fara á lyfin ná að viðhalda þyngdartappi til 4 ára. Þegar Novo Nordisk kynnti þá rannsókn þá var fyrirsögnin bara hérna komin töfralistin bara við náðum að viðhalda þyngdartappi til 4 ára þessi 10% var bara svona undir tappið þú veist og Novo Nordisk bara allræmt á heimsvísu fyrir að leika þennan leik og stöðugt að fá þessi sektir bresk stjórnvöld heilbrigðisyfirvöld þurftu að fara í mjög markvissa herferð til þess að vinna gegn villandi skilaboðum frá Novo Nordisk. Novo Nordisk voru rekin úr breskum lobbysamtökum lyfjaiðnaðarins fyrir að múta heilbrigðisstarfsfólki. Þú veist, þegar að ganga svo langt að mér að segja önnur lyfjafyrirtæki vilja ekkert með þetta fyrirtæki hafa. Og þetta minnir svona, einmitt að því að þú myndist á Dopesick þá myndi ég eftir, þetta minnir svo litið á tóbaksframleiðendur, þú veist, bara eitthvað tíman upp úr stríði, fyrra og seinna stríði, sko, og seinna stríði þegar markasettu sígarettur fyrir konur og svo fyrra stríði sem, þú veist, þetta átti að auka svona, þú veist, ég gera fólk skarpara og minnka matarlyst og líka átti þetta að vera sko, svo átti þetta að verða svona merki frelsi konunar að geta kveikt sér í hvar sem alveg svo kallarnir. Þannig að þetta alveg, þú veist, þetta er keimlíkt. Sérstaklega þetta sko, þessi öfl eru búin að líka kóopta líkamsveringar og baráttuna sem að, þú veist, hófst, feitar svartar konur hófu þessa baráttu og eitthvað markaðsöfl eru búin að stela þessu frá þeim, frá okkur og sko það algjörlega búið að endur skilgreina fitufordóma. Núna heita þetta offitufordómar fyrst og fremst og sko, þú veist, þegar við tölum líkamsveringar sem að tala fitufordóma þá tölum við að við þurfum að losna við fitufordóma til þess að upplifa frelsi og við eigum að fá bara jafnt aðgengi og allir aðri, við eigum að komast í jaðarsetningu og mismunun og bara lifa í okkar líkama eins og hann og efla heilsans út frá því, ekki út frá því að minnka hann eða eitthvað svo leiðis.
í meðferð þessara afla eru fitufordómar orðin sko helsta hindrun fólks af því að komast á lyfjameðferð. Þú veist, þetta, já, þú veist, þetta hefur verið, já, fyrir manneski einhvern veginn sem að einhvern veginn lagði líf sitt og sál í þessa baráttu af einhverju hugsjón. Þú veist, þetta hefur verið bara mjög heartbreaking að horfa upp á og eins og ég segi, þú veist, þetta er svo miklu verra en við höfum nokkuð tímann órað fyrir og bara einhvern veginn að sjá, þú veist, við erum búin að vera að segja í svo mörg ár bara getið, þú veist, aðeins hugsa þú veist, hvernig hagsmuni aðalega er að koma, þú veist, aðeins þessari stefnumótun og við vitum að þú veist, þessi fjárhagslega öfl eru virkilega að lobbya fyrir notkun lyfjanna og hérna að heilbrigðisyfirvöld víða heim hérna fari að niðurgreiða þetta meira. En þú veist, það virðist bara ekkert vera á okkur hlustað og þú veist, og þetta er bara, já, þetta er bara, við erum bara föst. Þetta er bara einmitt einhver svona útlitspælingum þegar við ættum að vera að hugsa sko í raun, ég meina ástæður þess að fólki líður á einhvern hátt eða er líkamlegu ójafnvægi af einhverju leyti. Við förum aldrei svona í kjarnan. Af hverju er fólk að borða óhollt svo að það fá sykursýki 2? Þú veist, hvaða breytur eru í umhverfið þess sem að valda því og þar framöndu göttunum. Það er aldrei, við erum alltaf bara að plástra eitthvað svona. Já, einmitt. Og þú veist, bara með þannig punkt skilur við, það er eiginlega bara síst matræði sem hefur áhrif á sykursýki. Þetta er mjög erfðatendur sjúkdómur, streita og jaðarsetning hefur mjög mikil áhrif á þetta. Og bara þessi lífstíl sem við lifum í dag, þú veist, það sem við verðum að eignast allt, við verðum að hlaupa hraðar og hérna, þú veist, við fáum ekki að njóta jólafríina því að það verður að vera samveru dag að tala með börnunum, skilju, þú veist, þetta er bara, þetta er svo fáránleg samfélagsgerð. Það er bara ekkert velkomin eftir á Sjónvarpsstöðinni, það er ótrúlega gott að spjalla við þig. Ég vona að við fáum nú að heyra aðeins meira í þér, hérna, við þurfum á þér að halda, held ég. Og samfélagið allt. Ég held ég að sé búið að sakna þín mikið. Takk. Takk og tókið við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Já, þá það reynsluboltarnir. Við erum vön að hafa 3 gesti til að ræða fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Það nú reyndar bara 2 mættir en þeir eru góðir og kannski kemur sá 3. bara inn í útsendinguna þegar líður á upptökuna. En hérna, vertu velkomin Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Takk. Og Björn Leví Gunnarsson, þú ert með þá bölvun að flestir fjölmiðlamenn kalla þig alltaf fyrrverandi þingmann, það ekki rétt? Ég bara nörd. Þú ert bara nörd, en þú munt sannlega sitja uppi með það að vera fyrrverandi þingmaður. Eins og svo margir aðrir sem eru á alþingi og hætta og eru alltaf kynntir sem slíkir í svona þáttum. Það ekki rétt að mér? Ég veit ekki af hverju. Til hvers? Ekki eins og það hafi skilgreint þig sem manneski að vera þingmaður. Nei, frekar hið gagnstæða inni. Já, ég mynd. En gaman að fá ykkur, við ætlum að ræða alþjóðamáli náttúrulega og hérna, sko, tengt þeim, þá ég veit ekki hvort myndavélin sér aðalfyrirsögn Morgunblaðs í dag en hún forsendurnar riða til falls. Líkur aukast dag frá degi á að forsendur kjarasamninga bresti, segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins. Endurskoðun 1. september næstkomandi. Það verðbólgu viðmið 4,6% ef ég man þetta rétt og hérna það eru náttúrulega hlutir að gerast í kjölfar innrásar stríðs Bandaríkjanna í Íran sem leiða til hækkunar olíuvers. Sólveig Anna, svo við byrjum á þér. Ertu sammála Vilhjálmi Birgissyni fyrirgeðu
að forsendur kjarasamninga séu komnar í uppnám? Jú, ég held að það hljóti allir að vera sammála því, það ekki annað hægt, hann bara að mæla hérna hinn sannu orð. Það eru raunverulega tvær svona verðbólguforsendur inni í þá hverju forsendu ákvæði. Já. Og það annars vegar 12 mánaða verðbólgan, en svo þarf að skoða líka 6 mánaða verðbólgu og þá að skoða hana frá mars til ágústmánaðar og svo forsenda hljóðar upp á 4,4% verðbólgu. Og ég held að ef við skoðum ástandi núna þá sé bara mjög markvisst að dragast upp svo mynd að báðar þessar forsendur eða réttar sagt hvorugur þeirra haldist. Og svo ég meina það búið að vera þessar sem sagt slæmu verðbólgumælingar undanfarna mánuði, svo eru síonistarnir í Hvíta húsinu og barnamorðingjarnir í Jerúsalem búin að ákveða að hella allir þeirri olíu á alla þá elda sem að þeir geta mögulega fundið til þess að koma mannkyninu hraðar í átt að glötun. Og það, jú, eins brjálæðislega og það kannski hljómar hefur áhrif á verðbólguna hér. Þannig að hér eins og í svo mörgu öðru þá sjáum við bara hvernig alþjóðamál og alþjóðavæddur kapitalismi hefur áhrif á allt saman og það þegar að fársjúkt fólk sem að virðist vera á mála hjá myrkrahöfðingjanum fer með stjórn heimsmála, hvernig það hefur á endanum áhrif á okkur öll. Þannig að, já, þetta kannski ekkert endilega langa en svona rétta svarið við því hvort að Villi Birgis fær þarna með rétt mál. Já, hann gerir það. Hvert ansvar þeirra þróunar sem þú rekur til kapitalismas? Það sósíalismi? Ég bara fullorðin og þroskuð og lífsrönd manneskja og meitt hér í þetta sem heitir held í reynsluboltar. Og ég hef viðað með mikill reynslu síðustu ár og ég held að það besta sem að við gætum núna vonast eftir í ljósi ástands heimsmála og stjórnmála bæði hér og annars staðar að við gætum komist að lífvænlegri niðurstöðu að vera með einhvers konar öfluga sósíaldemókrasíu þar sem að við fremjum ekki öreigabyltingu og vinnuaflið tekur mögulega ekki yfir öll tól verðmætasköpunar en þar sem að ríkisfjármálin og stjórnvöld gera sér grein fyrir því að þeirra helsta hlutverk að tryggja jöfnuð, efnahagslegan og félagslegan jöfnuð og ef við gætum komist áfram nær því markmiði hratt og örugglega þá væri ég ágætlega ánægð. Svona Ólaf Palme útgáfa á Karl Marx. Sko, ég marxisti og ég var einmitt á morgun þar sem ég var að hjóla í vinnuna að hlusta á eitt þátt af frábæru podcasti sem heitir Confronting Capitalism sem að áhuga sem ég geti fundið á Jakobin Radio podcastinu þar sem að þau eru einmitt út úr marxistar sem að ræða saman meðal annars prófessor sem heitir Vivek Chipper klár og flottur maður sem hefur meðal annars verið með mjög glæsilega marxíska greiningu á vandamálunum við vókið og ég hlusta mikið á og les og þau eru einmitt að tala svona firringu vinnuaflsins og það hvernig á því stendur að tækni framfarir frelsa okkur ekki undan kúun vinnusamfélagsins og svo framvegis. Þannig að þessu sögðu þá vil ég koma skýrt fram að ég marxisti en ég átta mig líka á því að við búum í því sögulega umhverfi sem við búum í hverju sinni. Þannig að já, mögulega væri það einhvers konar niðurstaða sem að vinnandi fólk, verkafólk hér á þessu landi í það minnst að gæti fellt sér við. Já. Björk Vilhelmsdóttir, þú ert mætt síðan við hófum þáttinn. Góðan daginn. Góðan daginn, kæri þakkir. Hér er ég með vasklas ósnert, þannig að má ekki bjóða þér vatnsópa. Við þurfum að nesta þeim með vatni fyrir umræðina. Þú mistir af blábyrjunni en hún Sólveigana að fara yfir uppnám mögulegt kjarasamninga og við höfum svolítið verið að bíða kannski eftir því að ríkisstjórnin bregðist við með einhverjum, róttækum hætti. Það búið að kynna þessi von á einhverjum, við veitum ekki alveg hvað það er sko. Þú ert náttúrulega í Samfylkingunni og ertu í einhverju talsambandi við Kristrúnu og félaga þína hvort ríkisstjórninni beri að grípa inn í með einhverjum róttækum hætti núna?
Já, það nú verkalýðsmálaráð í Samfylkingunni sem að fundar og gerir mjög skýrar kröfur það að það sé brugðist við og ég trú ekki öðru en að ríkisstjórnin bregðist við því að við verðum öll mjög illa sett ef að kjarasamningar fari í uppnám en ég skil það mjög vel þegar misskiptingin í samfélaginu hún þannig að fólk á mjög erfitt með að líða það og þessi mikla misskipting það verður að taka á henni og ríkisstjórnin að reyna að skattleggja meira þá sem að auðmenn og auðfólk en kannski ekki nóg. Þannig, en ég vona að ríkisstjórnin grípi til aðgerða en það sem ég mestar áhyggjur af að ógn við heimsfriðinn og þetta stríð sem að núna staðbundið við Miðausturlönd að það muni hafa mjög mikil áhrif líka á efnahagslífið hér og hafa áhrif og hækka verðbólguna. Á sama tíma og atvinnuleysi bara mjög hátt. Það mjög hátt, sérstaklega meðal fólks af erlendum uppruna og það alvarleg staða en ég vona svo sannarlega ríkisstjórnin grípi til aðgerða og það verður bara einhvern veginn að gerast. En þú ekki hlerað hvaða aðgerði það getur orðið? Nei, ég verð að viðurkenna það. Ég áttaði mig ekki á því að vera í nægilegu talsambandi við fulltrúa ríkisstjórnarinnar fyrir þennan þátt. Nei. En ég veit að viljinn til staðar og samráð við verkalýðshreyfinguna hefur verið talsvert mikið að hálfu allavega Samfylkingarinnar og það verður bara að vera það. Verkalýðshreyfingin gríðarlega mikilvægt afl og í bara stjórnum samfélagsins og efnahagsmála og ég vona að það náist niðurstaða. Já. En ég ekkert bjartsýn einmitt frekar vegna svona ytri aðstæðna. Nei. Björn Leví, ef þú værir enn á þingi og gætir kvartir hljós í hálftíma hálfvitana eins og það hefur verið kallað eða öðrum slottum, hvað myndi þín eldra eða fjalla? Eldra eða mér finnst alltaf gaman að skoða gögn. Það var eitt af því svona helsta sem ég gerði þegar ég var á þingi og þegar ég skoða stöðuna núna og vissulega búin að vera smá hækkun á verðbólgu undanfarna 2 mánuði að þá skoði ég samt hvernig svona staðan liggur og ef að þróunin verður áfram svipuð hún búin að vera undanfarna 12 til 24 mánuði að þá erum við í 3,4% verðbólgu eftir 6 mánuði. En það bara ef við þróumst samkvæmt skoðurinni meðaltalsþróun undanfarna mánaða. Undanfarins árs eða svo. Okay. Þannig að mánuðinir sem að koma inn núna eru í hækkun af því að þeir eru aðeins yfir meðalagi en mánuðinir sem að hverfa voru aðeins undir meðalagi. Þannig að maður þarf að skilja aðeins hvernig svona ársmælingin færist, hvað að fara, hvaða mánuður þetta út, hvaða mánuður að koma í staðinn og hver munurinn á meðaltalinu. Og mér finnst svakalega áhugavert í rauninni öllu þessu samhengi að við erum ekkert svo langt yfir bara meðaltals og miðgildis verðbólgu á þessari öld. Það rétt rúmlega 4% sem að svona meðaltals verðbólga Og ríkisstjórnin og Seðlabankinn með einhvað galið viðmið upp á 2,5%. Já, þér finnst það galið? Mér finnst það galið af því að raunin rúmlega 4%. Já. Og þá þarf að útskýra fyrir okkur hvernig á í ósköpunum að ná 2,5% þrátt fyrir að við erum ítrekkaði rétt yfir 4%. Já. Hvað það sem svona gríðarlega flókið í efnahagsstjórnun að það sé að setja einhvers konar viðmið 2,5% þegar það bara gerist ekki. Væntingastjórnunin bara úr kortunum og útskýringarnar á því hvað og af hverju eru ekki til staðar. Það ekkert svo langt sem við vorum í 10% verðbólgu. Það var í 2 ár var verið að hamra upp alls konar viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Það liðu 5 mánuðir frá því að var svona farið að
verðbólgan fór á flug þangað til að ríkisstjórnin þá tók við og sagðist að gera eitthvað, kom aðgerðapakka, áfram held verðbólgan að hækka, og kom annar aðgerðapakki og þriðji og ekkert gerðist og áfram fór verðbólgan upp í 10%. Þannig að getum við horfst í augu við það að ríkisstjórnin hafi ekkert rosalega mikið þetta að segja? Hver það í raun og veru sem hefur eitthvað þetta að segja? Hver eru ytri áhrifin? Og getum við verið heiðarleg gagnvart því hver þau eru og þá ekki verið að kenna stjórn eða stjórnarandstöðu það hvað að gerast? Ég held ekki, því að pólitíkin svínslega á þann hátt í rauninni. Og kennir bara hendugum aðilum og þó hvort maður sé satt eða ekki. Svo ferð þú nú, Sólveig, ofta heyra það að það sé nú dugnaður þinn sem verkalýðsforingja sem hefur nú aðeins náða bæta kjör hinna lagsettu og það sé þér og ykkur að kenna launahækkunum ykkar að verðbólgan. En með að þakka fyrir gjöðu? Já, ég að tala núna þegar fílabeinsturnin tala niður til hennar. Þetta er alveg rétt sem að Björli verið að segja. Þú veist, hvað geta stjórnvöld gert til þess að stjórna verðbólgunni og ég líka sammála því að þessar verðbólguvæntingar Seðlabankans upp á 2,5%, þetta auðvitað einmitt í ljósi hérna sögulega gagna kannski mjög langt selst í einhverju svona árangusmiðari nálgun, en ég held að ein af ástæðanum fyrir því að þessi markmið eru sett auðvitað til þess að senda skýr skilaboð til vinnumarkaðarins að þar verði farið í markvissa ögun á vinnuaflinu og launakröfum þess. En já, ég meina það oft sagt við okkur að við einhvern veginn eigum þú veist, berum einhverja sök, en við í Eflingu og Vilhjálmur Birgisson, okkar ágæti félagi, við höfum verið með svona staðfest í þeirri nálgun okkar og það hefur verið okkar ríkulegi vilja að það verði samið krónutöluhækkanir, flatar krónutöluhækkanir. Það var gert í lífskjarasamningunum 2019. Og það hélt nokkuð vel, það var ekkert eitthvað geigvænlega mikið launaskrið þá, eiginlega bara þvert á móti, og þessi nálgun varð til þess að kaupmáttur lægstlaunaðasta fólksins á Íslandi, innflytjenda og kvenna, þeirra sem að svona raðast þannig neðst í efnahagslegt stigveldi, hann hækkaði mest, verulega umfram aðra, og þetta auðvitað góð og skynsamlega nálgun, segi ég, þetta góð og skynsamlega nálgun til þess að reyna að hemja ofneyslu þeirra sem hafa einfallega of mikið á milli handana og einmitt taka þátt í því að knýja hér áfram þetta verðbólgubál, og svo þetta góð og skynsamlega nálgun í svona litlu samfélagi sem einmitt vill ekki búa við of mikla misskiptingu og of mikla stéttskiptingu vegna þess að það er alltaf eitur, en það er sérstaklega mikið eitur í svona litlu samfélagi þar sem áhrifin verða hratt mjög slæm, en því miður þá var ekki vilji í kjarasamningunum 2024 hverra forsendur við vorum hér áðan að ræða til þess að fara þessa leið. Samtök atvinnulífsins vildu ekki fara leið flatra krónutöluhækkana, lögðu mikla áherslu á það yrði að fara fram með prósentunálgun inn á þennan svona almenna launamarkað vegna þess að slík aðferð ætti að koma í veg fyrir launaskrið. Það hefur aldeilis sannast með mjög skýrum hætti núna undan farið að það var kolrangt metið hjá þeim að þau alls ekki náðu að hafa neinn heimil á launaskriði, og svo voru það okkar opinberu viðsemjendur og þá erum við kannski komin að því til hvers er hægt að ætlast af stjórnvöldum. Það er til dæmis hægt að ætlast af stjórnvöldum til þess í því verkefni að reyna að hemja verðbólguna svo sé hægt að lækka vexti, að þau virði það upplegg sem að farið er fram með í kjarasamningum á almenna markanum. Því að eins og Vilhjálmur Birgisson segir líka oft, þar verður verðmæta sköpunin til og það verður auðvitað að leggja línurnar þar. Það hefur aldeilis ekki tekist vegna þess að stuttu eftir að við semjum á almennum markaði einmitt hófstilltar launahækkanir, fyrsta árið prósentahækkun upp á 3,25% og hin ár samningana prósentahækkun upp á 3,5%, lægsta mögulega hækkun sem getur fengið 23.750, svo eru taxtarnir, það eru það byrja 50% verkafólks, jafnvel örlítið meira á strípuðum töxtum, þar er hækkunin inn í launatöflunni herri, á fyrsta ári var hún það byrja 5,9% ef ég man rétt, en svo fyrir opinbera og semur og þá er bara samið miklu meira eins og sést til dæmis í kjarasamningunum sem að náðust við kennara, þar er samið gríðarlega háar
prósentuhækkanir og ef við skoðum launaskriðstölurnar þá sjáum við að þar hið opinbera núna orðið leiðandi í launaþróun. Þannig að við gætum í það minnsta þó þessi rétt sem að Björn Leví var að segja, það að sjálfsögðu ekki hægt að benda bara alltaf á ríkisstjórnina og setja ykkur að kenna, en það væri til dæmis hægt þarna að benda á ríkisstjórnina, samninganefnd stjórnvalda og samninganefndir hins opinbera sem hafa farið núna af stað í það verkefni að hækka verulega umfram umsamin laun á almennu markaði með því auðvitað grafið undan öllu trausti af hálfu okkar sem erum að semja fyrir hönd ASÍ-félagana til þeirra til viðsemjenda og hafa auðvitað lagt sitt að mörkum til þess að kynda hér verðbólgubálið ásamt svo sem öðrum aðgerðum sem að þau hafa gripið til. En auðvitað þetta stórt og flókið mál og ég ekki þannig að ég bendi einhvern veginn fyrst og fremst og bara á stjórnvöld. Hér hafa samtök atvinnulífsins ekki náð að setja neinar meldingar út til atvinnurekenda að það skuli ekki vera einmitt launaskrið. Hér hafa þau heldur ekki náð að setja neinar meldingar út til þeirra sem að selja hérna vörur í að það ekki velta öllum hækkunum beinustulega út í verðlagið. Þannig ég myndi segja að þeir sem að hafa og þess vegna það að mínu viti sérstaklega ósanngjarnt að reyna eitthvað að kenna okkur við einmitt gengum undan með góðu fordæmi, við sýndum mikla hófsemi, við lögðum alla áherslu á einmitt að reyna að gera kjarasamninga þar sem að að vissuleyti væri komið til móts við þarfir sérstaklega verkafólks fólks, ókeypis skólamáltíðir og fleira, en við vildum einmitt leggja okkar mörkum til þess að reyna hér að ná einhverju jafnvægi í þessu efnahagsumhverfi. Aðrir sem að koma að þessum samningum með okkur hafa bara einfaldlega ekki gert slíkt þið sama, þannig að þegar fólk eitthvað að benda á okkur, þá segja ég, ok, þið geti benda á part af verkalýðshreyfingunni, þið megi alveg benda á BHM-félögin sem að neita að semja annað en prósentuhækkanir, megi alveg benda á vissa hálaunahópa innan Alþýðusambandsins sem að líka neita að semja flatar krónutöluhækkanir, en ekki benda á okkur í breiðfylkingunni, við reyndum að gera það sem við gátum gert, aðrir gerðu það ekki. Björk, margt skuldugt fólk á Íslandi hugsar til þess með hryllingi núna ef Seðlabankinn miðað við þá brjálæðislegu vexti sem hafa verið lengi jafnvel að veltaði fyrir sér að hækka þá enn sem ekki útilokað. Og þetta náttúrulega svaka högg fyrir fólk sem berst í bökkum og með miklar skuldir og sama tíma og við höfum hér verið að ræða hvort forsendur kjarasamninga gætu orðið úr sögunni. Hér var þingmaður daginn Ásta Lóa Þórsdóttir og hún sagði það að þótt Seðlabankinn væri sjálfstæður þá þyrfti að vera til einhverju varnaglar að stjórnvöld gætu verið í einhverju talsambandi við Seðlabankann. Og maður heyrir það ofta að meðal annars í ljósi þess sem að Björn Leví að tala þessi verðbólgu markmið hlægilega lág og alveg úr takti við raunveruleikann. Maður heyrir það oftar að það þurfi einhvern veginn bara að koma böndum á Seðlabankann. Hver þín skoðun á þessu? Mér finnst við almennt á Íslandi vera komin í algjört óefni það svo mikil neysluhyggja á Íslandi og ég veit að auðvitað hækkun vaxta kemur hryllilega niður á fólk sem að skuldar og skuldar mikið. Við kannski höfum bara leyft fólki að skulda allt og mikið. Það er svo mikið, fólk getur tekið lán fyrir öllu. Ef við þurfum að gera eitthvað í dag, þá er það einmitt að þjóðarsátt að það sé ekki alltaf meiri og meiri kaupmáttur. En er þetta ekki svolítið að varpa skuldin yfir á þolendurna með þessum orðum? Jú, en samfélagið allt, stjórnvöld, aðrar vinnumarkaðarins, það verður að fara að ræða það að við getum ekki bara verið samfélag þar sem að allir fara fram á meira. Og ég fór að hugsa þetta þegar Sólveig Anna var að tala launaskriði. Það vilja alltaf allir meira og meira og meira. Samt eru við samfélag sem að trónir á toppnum í neyslu. Við erum, heimurinn þolir ekki samfélag eins og okkur. Við erum bara að gjöreyða heiminum með frekjugangi og neyslu
og við erum til í að lána fólki fyrir langt umfram greiðslugetu fólks, fyrir nýjum bílum og öllum mögulegu. Og það verður að setja ykkur bönd á þetta og Seðlabankinn, hann einmitt bara í síðustu viku sagði hann það er alveg sama hvað við gerum, að það alltaf, sama mikla neyslan. Þeir hafa verið að, þegar þeir voru að hækka vexti, þá hafði það svo lítil áhrif að því að þeir kannski hækkuðu ekki nóg. En Seðlabankinn hefur önnur úrræði heldur en bara þessa vaxtasvipu. Já, ég er ekki hagfræðingur, ég kann þetta ekki alveg, en það öskrar á mig úr öllum áttum. Þetta yfirgengilega neyslusamfélag sem á sér stað hér á Íslandi sem að, umhverfis fótspor okkar er meira en allra annara. Þetta hefur áhrif á verðlagið, þetta hefur áhrif á allt efnahagslífið og mér finnst einhvern veginn umræðan, bara venjulegt fólk eins og ég, það er að ræða þessi verðbólgumarkmið og hitt og þetta. Við verðum að fara að ræða, grunninn. Getum við lifað af með minna? Getum við ekki farið að lifa af í einhver annars konar samfélagi þar sem að gæðin eru ekki mæld í því nýjasta sem þú átt? Og ég held að sú umræða þarf að eiga sér stað. Frekar en hvað er 0,25% hækkun vaxta, hvaða áhrif hefur það á þá sem að skulda 38 milljónir eða 47 milljónir. Við erum oft í svona tæknilegu úrlausnarefnum, en stóra málið er að við bara eyðum allt og miklu, mjög oft með lánum sem við höfum ekki efni á að borga og við viljum bara meira. Þetta er bara, við erum bara í ruglinu. Aðeins bregast örstutt við og svo vil Levi eflaust fá að segja sína skoðun þessu. En auðvitað í prinsipinu er verið að mæla hér hinn sönnu orð að sjálfsögðu væri betra ef að okkar samfélag og önnur vestræn samfélag getur litið aðeins í eigin barm og hort með öðrum augum á stöðuna eins og hún er. En vandinn sem að við hér stöndum frammi fyrir og við í Eflingu stöndum frammi fyrir er að það eru 70% launafólks á Íslandi sem einmitt hafa bara mjög gott. Og það bara kemur fram í öllum mælingum og sér það bara á öllum launatölum. Og það er fólk sem er með ágætislaun, það er fólk sem hefur náð að komast í eigið húsnæði, hefur einmitt mikið svona neyslurýmur, með mikið af svona disposable income sem hægt er að nota í bara gera sig glaðan dag og fara til útlanda og svo framvegis. En svo eru það þessi 30% og það er bara allt önnur staðrind sem að þar blasir við. Það er fólk sem einmitt er ekki með nægilega há laun, þrátt fyrir að auðvitað séu laun hér á þessu landi í alþjóðlegum samanburði há, það er bara svo dýrt að lifa hérna, þannig að fólk næri ekki endum saman, fólk næri ekki að komast í sitt eigið húsnæði, fast á leigumarkaði og þar eru auðvitað bara allar ráðstöfunarteknar tekjur meira og minna bara jafnar upp, fólk næri ekki að leggja fyrir, fólk getur ekki brugðist við smávægilegum útgjöldum, þar þá einmitt að fara og taka yfirdrátt eða jafnvel fara í þessi smálán sem eru auðvitað mikil bölvun í lífi verka- og láglunafólks og svo mætti áfram telja, fólk getur ekki, sinnt börnunum sínum almennilega, hátt í 30% Eflinga kvenna geta ekki með góðu móti, haldi afmælisveislur eða gefi jólagjafir eða bara leyft börnunum sínum að taka þátt í tómstundum og ef það væri hægt einmitt og það væri þá til dæmis hægt að fara leið krónutöluhækkana, bara svo ég reyni að segja hvað við getum gert til þess að leggja okkar að mörkum. Það væri einmitt hægt að nota þetta svigrúm sem að samið er út frá í öllum kjarasamningsviðræðum og funnela því að mestu til þeirra sem að þurfa raunverulega á því að halda, sem eru þá að fara bara að kaupa nýja úlpu handa barninu sínu, kaupa örlítið betri mat, mögulega komast til útlanda á einhverjum tímapunkti, eitthvað svona basic hluti og skerða þá einmitt neyslu getu þeirra sem að fá auka peningin sem að þau fá í gegnum prósentulaunahækkanirnar og nota hann einmitt kannski bara í að knýja áfram meiri neyslu og ég er sannfærð það eina af ástæðunum fyrir því að hærri launaðir hópar hér þrátt fyrir hátt vaxtastig og hátt verðbólgustig er ekki tilbúin til þess að leggja sitt að mörkum er einfaldlega svo að þrátt fyrir einmitt þessar efnahagslegu staðreyndir þá hefur þetta bara ekki svo mikið áhrif á þessi fólk. Þetta fólk hefur bara það mikið á millihandana, það bara er í það öruggri efnahagslegri tilveru, já það kannski mestarlagi fer úr óvirðtröðum vöxtum yfir í verðtrygginguna og getur svo bara svissa aftur tilbaka þegar vextirnir fara eftir að lækka. Önnur áhrif finnur það ekki
Og af hverju ætti það þá að vera eitthvað rosalega hart fyrir því eitthvað að leggja sitt að mörgum? Það bara, hefur það svo gott og það eru þetta vandi Vesturlanda líka. Það er margir sem hafa það gott að þeir hafa bara engan hvata til þess að gera neitt. En talandi þessa skiptu heima, það liggur alveg fyrir að seðlabankastjóri og fólki í kringum hann, það að borða í hádeginu og öðrum veitingahúsum heldur en Þetta er náttúrulega vaxtastefna hinna ríku. Þetta er vaxtastefna hinna ríku. Sem kemur sér afskaplega vel fyrir fjármagnseigendur og fólk sem hefur alveg rosalega mikið. Það er bara þannig. Og hún kemur sér illa fyrir fólk sem hefur lítið að milli handana og pluss það svo er hér verið að búa til kólnun á vinnumarka sem framleiðir atvinnuleysi sem að bitnar þá auðvitað fyrst og fremst á þeim sem hafa minnst að milli handana sem eru innflytjendurnir. Og hvað segir þú þá við þessari hugmynd Ástulóu í þætti hjá mér daginn að það verði einhvern veginn að það verði að vera einhverjir varnaglar til þess að Ég er sammála. Ég menn auðvitað er þetta partur af þessu nýfrjálshyggju kúleiti sem allir hafa verið látnir samba síðustu áratugi að það sé bara grundvöllur alls og bara að það komi frá Guði sjálfum og það verði að vera bara algjörlega frjáls óháður seðlabanki. Þú veist, hvernig í lýðræðisríki getum við bara öll látið eins og það sé bara algjörlega 100% sjálfsagður hlutur. Auðvitað eiga lýðræðislega kjörin stjórnvöld að hafa eitthvað að segja það hvað mótar efnahagsstefnuna. Við heyrum ekki annað en að hagfræðingurinn í brúnni ríkisstjórnarinnar, forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sé mjög trúi blind á tæki Seðlabankans og það er engin gagnrýni. Ég bara get ekki svara fyrir það hverju hún trúir en hér var eitthvað stuttlega áðan verið að ræða hvort að einhverjar aðgerðir myndi mögulega að koma fram frá stjórnvöldum en mér heyrist að svo verði ekki ef ég bara skoða hvað hún hefur sagt einmitt vegna þess að ég held að þau ætli bara áfram að fara þessa leið mjög hás vaxtastigs, leið kólnunar og vinnumarkaði, leið sem að framleiðir einhvers konar ekki nægilega, eða þú veist, hvað ég var að segja, einhverja svona smávæla neðursveiflu sem að þau vilja alls ekki að þetta fara eitthvað út úr böndunum. Þannig að ég býst ekki raunverulega vinna einu frá stjórnvöldum til þess að koma til móts við vinnandi fólk en að þessu sögðu ætli ég að segja auðvitað þau líka bara í erfiðri stöðu eitthvað pinkulíti land, einhver eyja lengst út í hafi á endanum partur af alþjóðlegu opnu markashagkerfi hvað á endanum geta þau gert það er líka auðvitað takmarka en þau gætu auðvitað reynt einmitt að með í það minnsta orðum sínum, ef ekki gjörðum, koma þeim skilaboðum áleiðis að núverandi stefna Seðlabankans eru auðvitað ekki vænlega til árangurs. Eitt áður en þú kemst að Björn Leví, ég hitti grunnskólakennara, tiltölulega nýútskrifaðan daginn. Hann sagði mér að hann væri með á 2 milljón á mánuði. Það er eiginlega á nefinu. Og ég fór að velta fyrir mér, hvað fær starfsmaður ófaglærður starfsmaður á leikskóla? Já, hann fær svo sannarlega ekki svona mikið. Ófaglærð eflingarkona, sem bara kona á mínum aldri, búin að vera alveg lengi á leikskóla. Hún er að fá eitthvað dríflega 500.000 kall útborgaðan, hún er kannski með í ráðstöfunartekjur, mögulega í kringum svona 400.000 kallinn. Ráðstöfunartekjur? Í ráðstöfunartekjur þegar hún er búin að borga skatta og gjöld. Það er bara þannig og auðvitað eru náttúrulega fólki okkar í umönnunarstörfunum, leikskóla starfsmennirnir og fólki á hjúkrunarheimilunum á strípuðum töxtum og í dagvinnunni eins og leikskóla starfsfólki sem er engin yfirvinna, þú veist þá eru bara launin alveg rosalega lág og svo getur auðvitað híft þetta upp með einhverju yfirvinnu bara ef þú ert í þannig starfsumhverfi og það er auðvitað staðreynd og að eflingar kallar og kallarnir í hinum verkamannafélögunum sem að tilheyra SGS þeir eru með lang lengstan vinnudag allra á Íslandi meðan að vinnutími annara byrjaður að styttast verulega þá eru þessir hópar ennþá með vinnuviku 54-55 tíma að það er út af yfirvinnuna því að þannig getur haldið heimili og séð fyrir fólkinu þínum. Einmitt. Björn Leví, ég veit ekki hvort við höfum að taka fókusin aðeins að þessu eða hvort þú vilt segja eitthvað meir þetta en ég ætla aðeins að þoka okkur kannski svo út í heim. Rétt aðeins mitt til þess að átta okkur á samhenginu í þessu að það er pólitískt skipað bankaráð. Flokkanir á þingi skipa fulltrúa í það ráð. Þannig að
Það til staðar samtali rauninni og boðleið. Pólitísk afskipti af hagkerfinu eru almennt séð slæm hugmynd. Við höfum mörg söguleg dæmi það. Alveg sama hvaða brjálæðingar stýra hagkerfinu okkur tíma eða? Það fer eftir í hvaða brjálæðingar koma að. Kapitalismin brjálæðingurinn. Þeir koma svona að reglulega. Það með hagkerfi sem brjálæðingurinn. Þó inn á milli sé almennt séð bara yfirvega fólk sem að reynir að gera góða hluti. Tekst misvel, það síðan annað mál. Svo koma svona brjálæðingar af til inn á milli sem að rústa öllu. Gefa hundruðir eða tugi milljarða til fólk sem að hefur ekkert með að gera og svona fræðis. Á sama tíma það satt bara af því að hagkerfið dýnamískt að ef að við lækkum vexti þá hækkar verðbólga. Það allavega verðbólguþrýstingur. Það verður til þess að það fara fleiri í lánin og svo framvegis. Fleiri mun hafa efni á að kaupa íbúðaverð mun hækka og verðbólga mun koma í kjölfarið á því. Þannig að það rosalega erfitt að fara úr þessum gríðarlega háu stýrivöxtum sem voru búin til hérna og mínum mati mistök þátt að fara í aðrar aðgerðir. En hluti af því að Seðlabankinn hefur farið í þetta af því að Seðlabankinn hefur afskaplega litlar upplýsingar í rauninni stöðu mála í hagkerfinu. Seðlabankinn farið til dæmis bara rauninni upphafsstöðu lána. Það að segja að núverandi staða í hagkerfinu og núverandi staða lána hjá fólki eitthvað sem að Seðlabankinn hefur ekki hugmynd annað heldur en þegar hann var að gera leiðréttinguna þá fékk hann þær upplýsingar og gat búið til miklu svona hnitmiðaðri aðgerðir í hagkerfinu til þess að koma til móts við þensluna. Þannig að það mætti kannski byrja þar að fá meiri og betri upplýsingar. Ég ætla að segja að aðgerðir eiga að vera hnitmiðar. Það á að beina aðgerðunum til þeirra og að þeim sem að þurfa á því að halda og það ekki góð efnahagsstjórn og það ekki góð nýting af fjármunum ríkisins, fjármunum okkar skattgreiðenda að funnela bara einhvern veginn út til allra jafnt. Það bara meikar engan sens. Það á að targetera málin með svona árangursmiðuðum hætti, lyfta upp stöðu þeirra sem þurfa á því að halda. Ættu að taka aftur upp auðlegðarskatt? Væri það, góð tímapunktur fyrir það? Ég mjög hlynnt því að fara í mjög markvissar skattahækkanir á fólk sem hefur greiðlega mikið á milli handana, fjármagnstekjueigendur sem að sitja á stórum upphæðum og sem eru ekki að nýta þær upphæðir hagkerfinu öllu til góða heldur eru bara að auka eigin völd og fjölskyldna sinna að sjálfsögðu á að vera með mjög sósíaldemókratískar skattlagningar á þessa hópa og þá leið og ríkissjóður aflar aukin að tekna með því að fara þá leið þá þetta að létta skattbyrðinni á verka og láglánafólk en skattbyrði þeirra eins og Stefán Ólafsson meðal annars hefur sýnt fram á með mjög góðum og upplýsandi hætti hefur aukist verulega á þeim áratugum frá því að nýfrjálshyggjan tók hér allt yfir til þess að létta henni af auðstéttinni. Hún lofaði allt öðru? Já, hún lofaði náttúrulega bara bulli og lygum og þú veist, ef að Guð hefði einhvern veginn kannski hjálpað okkur aðeins meira þá hefðu færri pólitíkusar verið tilbúinir til þess að ganga inn í þennan spegla sal bulls og vitleysu. Hvaða eftirmæli fær Davíð Oddsson sem nú látin hjá þér í þessu samhengi? Já, ég hef verið að reyna að tileinka mér það undanfarna daga sem mér kannski ekkert mjög eðlislegt að þegar ég hef ekkert sérstaklega gott að segja að reyna bara að steinhalda kjafti og mér hefur gengið það ágætlega með þetta tiltekna mál og ég ætla bara að halda því áfram. Það er bara fólk getur verið að tala Davíð Oddsson eins mikið og það vill. Ég ætla bara ekki að taka þátt í þeirri umræðu. Ég hef annað meira og merkilegra að hugsa þessa dagana. Já. Heyrðu Björk, ég veit ekki, ég ætlaði að koma okkur aðeins út í heim kannski en eitthvað svona sem að þú vilt bæta við á þessu sem þau hafa verið að segja hér? Nei, ég hef í sjálfsög ekkert við það að bæta. Ég held bara að þjóðin kalli á meiri jöfnuð. Það er búið að ræða mismunandi aðferðir kannski til þess, þú nefndir auðlegðarskatt, við verðum bara að jafna kjörin.
en ekki þannig að allir hafi meira því að þá bara verðum við frekari á heiminn og fótspor okkar verður meira og við verðum frekar að draga í land og þannig að ég hef í rauninni ekkert þetta að segja. Mér langar að segja því að ég held alveg að það sé rétt að þjóðin vill jöfnuð. Ég held það. Þegar að þjóðin spurð að svona bara svona basic sanngirnis og réttlætismálum hvað varðar svona hvernig samfélagi við viljum búa í, þá vill fólk velferðarsamfélag, fólk þykir vænt velferðarsamfélagið og innviði þess og þykir vænt heilbrigðiskerfið okkar og leikskólana sem svona grunnstofnun, fólk vill að þessi hugsa vel gamalt fólk, á elliheimilunum og við viljum einmitt að þau sem get ekki séð sig sjálf fái samt að lifa góða mannsamdi lífi og svo framvegis. En svo þegar að það kemur að því einmitt að það sé hægt að vinna markvisst að því að auka jöfnuð, þá til dæmis gerist það að félög háskólamanna eins og BHM-félögin, þau gera það bara að sinni kjarastefnu og þau tala bara opinskátt það að það sé of mikill jöfnuður á landinu, að launabilið sé orðið of lítið á milli verkafólks og háskólamenntaðra og að kjarastefna þeirra eigi þar alveg enda miðast að því að breikka þetta bil aftur. Þannig að þarna, eins og stundum sagt, fer ekki saman hljóð og mynd. Þú getur ekki sagt eina stundina, já við viljum meiri jöfnuð og það leiðin fram á við og það gott samfélag, en hina stundina sagt, nei hann má samt ekki vera svona, ná bara einhvern öðruvísi. Heyrðu, förum þá til Íran og það svona hver stórfréttin og fætur annari sem rekur. Bandaríkjaher bara farin að sökkva freikátum bara svona af því. Já, ekki gerst síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Nei, einmitt, að þeir geta það sko. Og rað áhrifin af þessu algjörlega óljós á sama tíma þá sko það varla komið inn á þetta stríð inn á Alþingi. Ég tek eftir því. Er það, Björn Leví, er þetta meðvituð fæling? Er það vegna þess að fólk þorir ekki eða vill ekki stinga nefinu inn í þetta eða erum við bara virkilega svo veruleika fyrt að við höldum að það þurfi ekki að ræða þessi mál miklu ákafar? Sú reynsla sem ég fekk af svona alþjóðastjórnmálunum yfir á þingi var mjög áhugaverð. Ég upplifði mikinn mun á alþjóðapólitíkinni og landspólitíkinni. Þegar maður kom til alþjóðapólitíkina þá var það eins og bara mjög svona unglingsleg svona samræður, unglingslega samræður. Það ná ekki mikilli dýpt og við erum að glíma við gríðarlegan búllíisma núna í alþjóðapólitíkinni. Það sást á viðbrögðum Bandaríkjanna við því sem að Spánn var að segja. Við erum að glíma við svakalega meðvirkni með valdi, svakalega meðvirkni. Það tengist óttanum við valdi. Já, algjörlega. Og við erum með ákveðna sögu mistaka, svo tala nú Davíð Oddsson, þar sem við verðum þjóðhyrningavelju, sem að mínu mati bara eitt mesta illyrki sem að hefur verið gert í stjórnmálasögu landsins. Já, það er stór orð. Ég hef sagt þetta áður og ég enga ástæðu til þess að segja það ekki aftur. Það að gera okkur meðsek í Íraksstríðinu eins og það kom upp og var byggt á legum fáránlegt. Við erum að upplifa svipaða lega núna og þar með ekki að með nokkru móti styðja eða jákvætt horfa á það sem að Saddam Hussein gerði eða klerkastjórnin eins og leiðis. En það voru innanríkismál og það svakalegur munur á því hvað eru innanríkismál og hvað þjóðin sjálf getur valið sér sem leiðtoga sína á einn eða annan hátt og svo þegar að þjóðir stíga yfir landamæri og níðast á öðrum svipað eins og var gert í Gaza og Úkraínu og núna í Íran og svoleiðis. Við erum í þeirri stöðu að alþjóðastjórnmálin eru gjörsamlega ábyrgðarlaus. Það ekki lögræðisreglan eins og við höfum viljað ná fram í alþjóðalögum. Við viljum að það sé alþjóða glæpadómstóll. En hann virkar ekki gegn stóru þjóðunum.
Það ástæða fyrir því að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna varð ekki til nema með neitunarvaldi stóru þjóðanna. Þeir vilja ekki að ábyrgðin ná yfir þau. Þau vilja geta gert hvað sem hvenær sem og hinar þjóðunar eru í rauninni bara hræddar við það að segja múkk við því það sem að stóru þjóðunar ákveða. Mér líka dottið í huga ein auka breyta sem skýrið þögnina á Alþingi þessa svakalegu tíma sé að menn eru kollringlaðir í hausnum, sko, þeir eru búin að týna góða gæðanum. Þetta var náttúrulega pólariserað áður. Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn voru bara í liði með þessum öflum og svo var einhver aðri flokkar sem voru í liði með frekar með öðrum öflum. Sko, við verðum að skilja hversu svakalega hlutdræg við erum bara sem mannvera. Við höldum með liðsfélögum okkar og þeim sem við ályktum að séu liðsfélagur okkar bara út í rauðan dauðan, svona almennt séð. Við höldum með, fótboltaliðinu sem að við veljum okkur. Svo sem ástæðanir fyrir því. Sama á viðhaldu stjórnmálaflokka og liðsfélaga innan nú eigum við ekkert lið utan landsteinana til að halda með. Við erum ennþá í NATO, við erum ennþá í EES og svo framvegis og við reynum að halda með þessum liðsfélagum okkur og þegar einn fer að haga sér eins og fáiði að þá erum við einhvern veginn ekki nægilega hugrökk að segja skam. Þetta er ekki boðlegt. Nei. Ég líka bara, ef ég segi alveg svo ég í smá klemmu bara sem foreldri, sko. Já, 15 ára gamla stelpu og bara ungt fólk svona núna þau eru bara á klukkunni, þau eru bara símanum. Það að hve miklu leyti á maður bara eins og í Róm til forna að spila á fiðluna á meðan borgin brennur eða strengja hljóðfærið hvort það var sítar, ég manna það ekki. Fólk þorir ekki að velja hlið af því að það að bíða eftir því hver sigrar. Þetta er að kenna börnunum sínum alþjóðastjórnmál bara frá því að þau eru, bara eins ást og byrja bara að kenna þeim þetta, svo þú sést með manneskju sem getur skilið heiminn og tekið sjálfstæðar ákvarðanir og staðið fast á sínu og tekið debattin og ekki farið inn í eitthvað svona, haldið á hún að fá völdi lýðræðislegu samfélagi en sé bara einhver unglingaleveli. Við kennum þeim svo rangt. Þegar krakkar koma pínu lítil til okkar og finnst þau vera beitt einhverju óréttlæti, þá segjum við ekki klaga. Já. Ég er að meina bara þú þarft að kenna náðu bara landabréfið og byrja bara svona að útskýra grundvallar hlutina þar ákveðsbyrjun. Ég held að ég búið að finna þetta svo merkilegt að hlusta var Magnús Bernhardsson, prófessor, fræðimann sem að alltaf verið mjög orðvar maður og hann kallar þetta innrásarstríð í Íran bara sturlun og það þarf alveg rosalega mikið til að maður eins og Magnús Bernhardsson segir svona orð. Hann er ekki meðvirkur núna og mér finnst það og við verðum held ég bara að meðtaka þetta, að það sturlunar ástand í heiminum og ég tek undir það að það er svolítið skrítið að Alþingi Íslendinga eða ríkisstjórnin, hún er ekki búin að fordæma þetta árásarstríð, þar sem að Bandaríkin og Ísrael bara ákveða það að fara í árásarstríð gagnvart 90 milljón manna þjóð sem að þar hefur verið náttúrulega líka heilmikil mótmæli og það er verið að reyna innanlands að hafa áhrif til hins betra og til breytinga en þá bara ákveða þessi stóru kallar Netanyahu og Trump að ráðast inn í þetta land og breyta því eftir sínu höfði. Algjörlega á nokkur skilnings á því samfélagi og þeirri menningu sem að þarna á sér stað. Já, og líklega bara út af því að ef ekki, þá myndi Netanyahu vera settur í fangelsi fyrir þá glæpi sem hann var sjálfur að detta áður var kjörinn og Trump út af Epstein-skólanum. Já, en þú veist, þetta sturlað ástand og síðan halda þeir áfram og hóta Ísrael var, þú veist, að herða mjög loftárásir og Teheran bara núna í morgun sá ég. Það er bara hryllilegt ástand.
og við erum ekki að fordæma þetta samtidig, en þú veist, svo getum við einmitt á sama tíma, og ég verð að segja það, að Þorgerður Katrín, hún fordæmir orð sko kaþólska biskupsins samkynhneigð. Þú veist, auðvitað látum við ekki svoleiðis orð bara falla átölulaust, en þú veist, á sama tíma, og það að verða að myrða, þú veist, 165 stúlkur í einum skóla í Íran með einni sprengju frá Ísrael sem að segjast alveg stjórna sínum sprengjum. Þeir sé nú bara að stýra þeim í átt að hernaðilega mikilvægum skotmörkum eins og það heitir. Þú veist, þá erum við ekki að fordæma það. Þannig að við erum í einhverju rugli og ég held að við þurfum að fara að spyrja okkur eins og Bob Dylan spurði sig sko hversu margt fólk þarf að deyja í stríði áður en við uppgötum að það eru aðeins svo margir. Og við þurfum bara að fara aftur tilbaka í friðar hugmyndarfræðina. Við verðum að fara að gera eitthvað alveg svakalega róttækt og nú er ég aftur að fara að tala um eitthvað svona róttækjabreytingar. Því að þú veist, við verðum að akta í samræmi við það að þetta sé sturlunarástand sem á sér stað og þetta mun hafa alveg gríðarlega áhrif. Þetta er strax búið að breiðast út öll Miðausturlönd. Frakkar eru farin að vígbúnast með kjarnorku, Bretar fara á þann vagn. Þetta bara er orðin sturlun og við skulum bara hafa okkur í samræmi við það. En ég grein ekki betur en að þú sért að senda ríkisstjórn sem þú styður pillu. Já, algjörlega. Ég skil ekki hvað ríkisstjórnin er að gera, hvað Alþingi er að gera, af hverju er ekki verið að fjalla þetta. Þetta er ekki eins og okkur komið ekki við. Við erum bara einn heimur. Þetta mun hafa gríðarlega áhrif og þetta eru bara mannslíf í Íran og í Miðausturlöndum sem er verið að drepa og og það er bara eitt merkilegt sem að mér fannst í þessum fréttum núna því að Trump hefur farið áfram á síðastliðnum bráðum 2 árum án þess að það sé nokkuð tíman minnst á repúblikanaflokkin. Hann er bara eins og einræðisherra. En núna allt í einu kom þingið saman í gær og samþykkti það að hann mætti fara sínu fram í þessu árásarstríði. Það var sem sagt felld tillaga að setja bönd á hans völd gagnvart þessu stríði. Þannig að nú er búið að taka lýðræðislega ákvörðun það. En annars hefur bara ekkert lýðræði verið í og í Ameríku, Norður-Ameríku og ég held að það sé vandinn. Við höfum lýðræði og mér finnst alveg sjálfsagt og að sjálfsögðu geti gagnrýnt ríkisstjórn segja annars stið. Að sjálfsögðu og mér finnst bara ríkisstjórnin eigi að fordæma svona árásarstríð. NATO er hvort þið er búið að leysast upp í öreindir sínar. Við getum ekki hallað okkur á Bandaríkjamönnum sem þó ríkisstjórnin hefur svolítið talað Þau eru bara komin langt út fyrir það að við getum verið að tala þá sem okkar bandamenn. Þú veist, við getum ekki talað eins og Sólveig Anna kallar það, svona barnamorðingja, við tölum ekki þá sem bandamenn. Nei. Við bara erum ekki þar. En þarna sjáum við náttúrulega með svo skýrum hætti þessar svona grafalvarlegu hrörnun vinstrisins að það er engin manneskja sem hefur aðgang að einhverju plattformi, aðgang að ræðupúlti með lýðræðisleg völd sem að kann og skilur og virðir þessi svona gömlu gildi vinstrisins sem að hér þú hefur verið að fara yfir. Þar sem að fólk var á móti heimsveldastefnu, þar sem að fólk var á móti yfirgangssemi Bandaríkjanna og fylginhatta þeirra, þar sem að fólk talaði fyrir friðsamlegum samskiptum á milli landa og þjóða þrátt fyrir að trúarbrögð og menning og hagkerfi væru ólík, þar sem að fólk vildi diplómatísk samskipti. Einu sinni var þetta mikilvægur hluti af bara svona hefðbundinni vinstri mennsku
Og hægri mennsku. Og þetta bara allt farið, já, hægri mennsku var náttúrulega kannski meiri í einhverju svona einangrunarhyggju, einhverju svona svoleiðis. Já, fasisminn. En þú veist, þetta allt bara farið. Þetta allt farið. Það engin manneskja innan samfylkingarinnar sem einmitt hefur þessi lýðræðislegu völd sem að tala með þessum hætti. Þorgerður Katrín. Björk nú ekki valdalaus manneskja. Nei, þú veist hvað ég að meina þarna inni. Nei, ekki Sigmundur Davíð, en Sigmundur Ernir hefur nú svolítið verið að standa upp í Þú þarf að fara þá og gera það meira. Já, það þarf að gera það meira, miklu meira. Hann kom mjög sterkt inn í umhverfismálun á samstöðinni í gær í nýjum þætti, hann Sigmundur Ernir talar eins og hann bara sé mjög gaggrinn og róttækur gagnvart umhverfismála þróun. Við hitt hann daginn og vorum að spjalla önnur mál og það var bara, þú veist, mér fannst ég bara alveg ná góðu kontakti við hann í, þú veist, málefnum vinnandi fólks. En þannig erum við bara að tala þessi svona stóru mál og já, ég meina fólk er bara að tala með mig afdráttarlausum hætti vegna þess að í lýðræðis samfélagi þar sem við búum við fulltrúa lýðræði og fólk kýs sér leiðtoga, þá auðvitað það líka ábyrgð leiðtogana sem eru kosnir að geta talað málefni eins og þessi og að hafa eitthvað fram að færa og með utanríkisráðherra eins og Þorgerði Katrínu sem einmitt er bara hlynnt vestrænni yfirburðahyggju, er bara heimsvalda sinni í eðli sínu. Það þarf auðvitað að koma einhver inni á Alþingi sem að getur það útskýrt fyrir fólki og komið með önnur rök og önnur sjónarhorn og það er ekki eins og að það sé ekki hægt að hafa aðganga bara góðum og skýrandi og lýsandi fréttum. Þú veist, fólk getur farið og fylgst með fréttaflutningi á Al Jazeera sem að þú bara sérð allt uppdatast jafn óðum. Fólk getur fylgst með fréttastöðum eins og Democracy Now, þar sem Amy Goodman og félagar hennar eru bara í djúpum samtölum og viðtölum við fræðifólk og við stjórnmálafólk, við fólkið í þessum löndum sem að verða fyrir þessum ógeðslegu árásum. Þannig að þú veist, fólk hefur enga afsökun. Þú getur ekkert sagt ef að þú ert stjórnmálamannskja bara eitthvað, æ, já, það er svo mikið að gera hér eða æ, já, það er svo mikið að gera þar. Taktu bara þó að það væri ekki nema klukkutími á hverjum degi. Reyndu bara þá að heimaskóla þig ef að það var aldrei neitt sem útskýrta fyrir þér og þú hefur hingað til ekki haft neitt áhuga. Gerðu það þá, ekki einmitt láta enn eina ferðina þá hneisu verða einhvern veginn eftirmál íslenskrar stjórnmála samtíma sögu að enginn hafi sagt neitt að viti og enginn hafi getað sýnt neina leiðtogaferðni. En ég menna þarna, já, ég er sammála með það auðvitað er það að við höfum verið sett á listana viljuð þjóða ógeðslegur skammar blettur sem aldrei verður hægt að þvo af okkur. En áður en að það gerðist, þá var innrásin í Afganistan í kjölfar árásana á tvíburaturnana að viðbjóðslegt árásar og innrásarstríð af hálfu Bandaríkjamanna. Þar voru Samfylkingin og fleiri sem að studdu það. Össur Skarphéðinsson talaði mjög fjölglega að þarna ætti að leita uppi Ósama bin Laden og já, það myndi fullt, veistu hvað hann sagði? Hann sagði þetta í ræðu. Hann sagði þetta í ræðu að já, það myndi fullt af fólki deyja og já, milljónir færa á vergang. En það þyrfti samt að gera þetta og við þurftum þá bara að hjálpa mikið fólkinu sem að færa á vergang. Svo kemur Íraksstríðið, svo geðveiki, svo býðum við örlítið og fyrsta hreina vinstristjórnin tekur hér við völdum og þá er ákveðið að fara í loftárásir á Líbíu. Þar er aldeilis fólk tilbúið til þess. Ég mun aldrei gleyma þegar Steingrímur J. Sigfússon, Álfheiður Ingadóttir og fleiri stigu bara fram eins og ekkert væri og sögðu bara það þyrfti að vernda fólki í Líbíu og við hefðum R2P, Responsibility to Protect. Ég mun aldrei gleyma þessu. Þá fattaði ég einmitt, vá, það er ekkert þarna, þetta er allt bara eitthvað djöfulsins orðasalat og ég meina þannig að það er ekkert skrítið ef við séum komin á þann stað, það sé einhvern veginn enginn sem að, þú veist, hafi bara the wherewithal, afsakið sletti, bara, þú veist, einhvern veginn færnina til þess að tengja saman, þú veist, atburði, til þess að vera með einhverja sýn og geta talað af einhverju innsýn og þekkingu og það er bara fucking hræðilegt og til háburðarskammar og gera það einmitt að verkum að maður nennir ekkert einu svona að fylgjast með því hvað þetta fólk er að segja. Það kemur ekkert að viti. Þetta er bara eitthvað djöfusins þras og þvaður og ömurð, bara algjör helvítis ömurð. Líka þegar hún nefndir þessi fyrir stríð, sko, það er ekki eins og þeim hafi lokið hratt og örugglega og við vitum ekkert. Við erum náttúrulega í endalausum stríðum sem að hafin voru síðustu aldamót af George W. Bush og Dick Cheney og Donald Rumsfeld og þessum stríðsklæpamönnum sem ef við byggjum í réttlátum heimi væru allir í fangelsi eftir að hafa farið í gegnum stríðsklæpadómstólinn. Það er ekki. Þessi menn eru bara frjálsir sinna ferða, eru bara að dingla sér og dúlla sér
samstæður og það sem að Trump að gera núna, þetta að hafa bara þingið og senatið ekkert involverað, þetta bara doktrin, þetta bara George W. Bush doktrinið. Forsetinn, ef hann vil fara í stríð, þá fer hann bara í stríð. Heyrðu, við þurfum að fara að ljúka þessu en þú sagðir orð. Þegar vorum að ræða Sigmund Erni áðan. Já, ég hef séð það ansi oft sérstaklega inn á þingi að fólk segir ýmsa hluti og svo bara gerist ekkert. Og þarna nú flokksmaður Sigmundur Ernir í umhverfisráðuneytinu og það ekkert, ég sé engan samhljóm á milli þess sem að fer þar fram og því sem að sagt. Þannig að lítið þér nær þegar að þú ert að segja þessi orð, myndi ég bara að segja. Byrjaðu á þar sem það skiptir máli. En viltu segja eitt orð, Björn Leví, orð kaþólska pressins? Eitt? Guð ekki til. Biskupsins? Guð ekki til. Ég láti það bara duga ef það á að vera eitt orð, þá það þessi 4. Slóðað ykkur? Mér langar meira að segja því að þú nefndir áðan Ólöf Palme sem svona fyrirmynd þegar þú varst að tala svona sósíalisma með Ólöf Palme til hliðsjónar. Hann tók aldeilis afstöðu í utanríkismálum. Satt. Og ég held að við þurfum bara að hafa það hugrekki sem að þarf til og allur heimsfriðurinn undir núna og við verðum að hafa hugrekki til þess að standa í lappirnar og mótmæla þeim sem að vilja vera í árásarstríði og berjast gegn saklausu fólki og það það sem við þurfum að gera núna. Þetta stóra málið. Þetta svona mjög góð lokvar. Já, mér langar samt svo að segja, út af því mér fannst svolítið fyndið þegar nýr oddviti samfylkingarinn í borginu og allt í hún að fara alltaf að tala Ólöf Palme. Ég var að hugsa, Ólöf Palme, hvað, þetta bara því hann veit ekki neitt annan útlenskan stjórnmálamann. En svo fyrir ég að segja, ok, ef þetta verður til þess að fólki, yngra fólki og þau í samfylkingunni fara actually og skoða hver var Ólöf Palme, hver var hans sýn einmitt á utanríkismál, þá það bara frábært. Þannig endilega samfylkingin það bara tala meira Ólöf Palme og það kannski mjakist eitthvað áfram í rétta átt. Takk fyrir, við erum til í það. Það frábært að fá ykkur öll. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, búið að vera gaman að reyna svona pínu pons að greina veröldina af litlu mætti en viljinn það sem skiptir máli. Björk Vilhelmsdóttir, Sólveig Anna, Björn Ingi. Nei, það einhver alltaf. Björn Leví, ætlaði ég að segja. Kæra þakki fyrir komin öll. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt. Það nýr kapli hér handa við hornið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hingaður komnir góði gestir, Ásalind Finnbogadóttir og Laufey Líndal. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk. Þeir eru komnar hérna til að ræða annars þessi sérstakt kvöld, 80s kvöld á Dillon. Af hverju 80s? Já, einmitt, góð spurning. 80s svo skemmtilegt. Við þetta náttúrulega tónlistin sem var vinsæl þegar við vorum úlingar og en málið það búið að vera sérsagt nokkur svona 80s kvöld á Dillon og og ég tók eftir því, það voru sérsagt bara strákar að DJ-a, þannig að ég svona stakk því að skipuleggjaranum sem hann Dotti litli eða Þórður Helgi
80s maður Íslands. 80s maður Íslands sem er á Rás 2 með partíverkin og einhver þætti en hérna, já, þannig að ég svona, já, stakk því að honum hvort það væri ekki sniðut. Að við værum allavega ég og Guðrún sem erum saman í Echo and Aura sem er hérna DJ Duo. Við hérna, fannst við vera tilvaldara á 80s kvöldi og hérna þannig að við ákváðum að kýla það og fengum nokkra með okkur, meðal annars hann á Laufey og Silju, við erum sem sagt 4, það er sem sagt ég, Guðrún Lársdóttir og Silja Glömme og svo Laufey. Já. Ásamt Dodda. Já, Doddi fær að byrja. Já, hann fær það. En svo taka stelpunar við og við ákváðum að hafa þetta vínilkvöld. Já, einmitt. Sagt, já, bara því það er svo 80s. Það bara tilheyrir stemningunni, sko. Það vera með vínil. Einmitt. Ég meina, og ég kannski spyrir svo aðsniðin, ég eigið þið nóga vínil til þess að halda úti heila svona nótt. Heldur betur. Já, við erum bara með klukkutíma mann, þannig að, þannig að það er ekki nema 20 lög eða eitthvað, sko. Þannig að það er ekkert mál, sko. Já. Ég allavega, á heimilunni er allavega stórt 80s safn, sko. Svo veit ég á Laufey á Slatta líka. Já, einmitt. Ég hef nú verið meira svona 70s barn, sko, en náttúrulega 80s er líka í, já, þetta, eins og Ása-Lind var að segja á þá, er þetta náttúrulega svona tónlistin sem við ólumst upp með á, þegar við vorum unglingar. Þannig að, þetta er svona, já, það er hitt og þetta sem að, sem að kemur upp í hugan þegar maður hugsar 80s og já. Já, því þú talar að einmitt þú hefði gert athugasemd við að það hefði bara verið karlar að spila og þessum kvöldum hjá honum dotalega litla. Þá, ég sé að það er spurt inn á viðburðunum sjálfum, er einhver munur og stráka og stelputónlist? Ég veist það góð spurning. Það er mjög góð spurning. Ég held ekki samt. Já, það er samt örugglega eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega, þú veist, svona ákveðin félagsmótun sem við lendum allir í. Þetta var náttúrulega bara, jú, ég meina það er munur og kannski á stelpum og strákum, en tónlistinni veit ég ekki, sko. Nei. Og stelpu og strákadítir held ég að sé ekkert mikill munur á, sko. En það er kannski bara þessi hefð, þú veist, að hafa alltaf kallana. Og Doddi sagði bara, þú veist, það er bara að biðja vini mín að spila með mér, þú veist, og ég vildi náttúrulega bara trana mig fram að því að, þú veist, ég er 80s barn og stelpu DJ og ný komin í þetta DJ Duo sem heitir Echo and Aura og hún er með mér, hún Guðrún Lársdóttir og við erum, þú veist, tónabæjar drottningar, freestyle, skiliru og bara vorum alltaf að dansa disko á diskotökum. Þannig að, þú veist, hver er betra en að spila dans? Þú veist, þetta verður náttúrulega rosalega skemmtilegt danspartí. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst danspartí. Þú veist, fyrir allan aldur, en kannski miðaldra, þú veist, verða sérstaklega æstur að koma. Miðaldra er náttúrulega svolítið breytt bil, 30 til 60, hvað er allir? Já, einmitt. En svo náttúrulega hefur 80s tónlist líka, hún hefur svona poppað upp aftur og aftur líka. Sívinsæl. Já, og sérstaklega náttúrulega mín sérgrein er hip-hop. Þar hefur einmitt mikið verið samplað úr 80s tónlist. Þannig að, já, þannig að það er svona ýmislegt og við náttúrulega líka, þú veist, að alast upp á Íslandi þá er maður svona svolítið einangraður frá umheiminum, en bara það sem var í Skonrock og Rás 2 kannski. Akkurat, en við Ása-Lind eigum það kannski sameiginlegt að hafa alist upp á svona tónlistarheimilum og haft svona kannski breiðara aðgang að alls konar tónlist og já, ég til dæmis persónulega, ég var mikið Prince-fan fyrir allt 80s, þannig að það verður örugglega að spila við Prince allavega þegar ég er já, en Ég eitthvað svona eftirlæti, svona kannski fyrir utan Prins, þegar þú myndist á að þú verður mikið Prins mannskja, er eitthvað svona sérstætt í 80s kannski sem að, sko, það er svolítið skortur á powerballuðum til dæmis. Ég hugsa þetta mjög oft. Mér finnst svona nútíma tónlist, hún gerir ekki alveg ráð fyrir svona tilfinningaríkum þú veist, svona öskursöngballuðum. Já, svona svo rockballuðuna. Já, akkurat. Einmitt. Það er náttúrulega einkennir svolítið 80s, sko, og svona
svona glam rock eða svona ballur eða svona, en ég er persónulega hrifnar af sko þetta svona maður kemur svona úr Ítalo-diskónu sem eru þessar skemmtilegu syndamelódíur og danstakturinn náttúrulega aðeins hægari heldur en í til dæmis nútíma house eða teknotónlist sko sem ég spila líka reyndar en ekki þetta kvöld þarna verða bara 80 stuð og dansstuð og já, þannig að ég er svona hrifin að þessu svona Ítalo-diskói já. Þannig það verður svona, þú kannski aðeins færir því yfir í hiphopið og þú verður svona í Ítalo-diskó feelingnum og þannig að það er hægt að fá svona, ef maður er allt kvöldið, þá getur maður fengið svona eitthvað af öllu. Sko þetta byrja klukkan 8 og við verðum að sjálfsögðu til 3 eins og alltaf var hérna inn í 80s. Og það er mjög mikilvægt, það verður allavega eitt vangalag í lokin, sko. Það verður náttúrulega að vera. Akkurat, þetta var einmitt umræða hérna inn á spjallhræði hjá okkur, sko. Hvort það ekki örugglega vangalag í lokin. Mjög nauðsynlegt. Þannig að það er eins gott að vera búin að finna sér partner. Til að vanga við, kortir í 3. Og það verður eitthvað vel valið. Vel valin powerballa. Já, einmitt. Já. Hvernig svona, finnst ykkur að því að svona nútímunum það skýtur upp kannski 80s lögunum í einmitt svona sömplum og öðru en finnið fyrir, ég veit að þú ert mikið með úlingum og sem kennari og eitthvað svona finnið þið fyrir áhuga á 80sinu aftur bara svona sem í heildsinni á svona meðal yngra fólks ég er alltaf að bíða eftir að verði svona smá comeback. Já, þú veist, þau kannast við fullt af lögum, sko, og soni minn, ég á 19 ára son, sko, og er með krökkum hann á. Ég er samt alltaf að bíða eftir að nemendum mínir biðum að vera DJ á balli hjá sig, þau það var ásatíðar miðasala í dag, það var allt trillt, sko. Svo var verið að kynna ásatíðina og það var ekkert sagt hverju voru DJ-ar og ég náttúrulega spurði, hver eru DJ-ar? Og nei, það er búið að kynna line-up en nei, ég er nú bara grínast en þau vilja kannski ekki alveg hafa mig. Já, stundum ég held þau að vera með DJ Dóru Júliu, allavega einu sinni, ég man ekki. Er ekki svolítið meira af konum að DJ núna heldur algjörlega svona þessi svona þekktustu nöfn og þessar sem eru svona hver virkastar hérna í að spila alla vikuna í rauninni á stöðunum þetta virðast svona uppilópa að vera konur. Þetta orðið bara, þær eru komnar mjög margar og bara til jafns á við kallarna sem bara gaman sko. Og þær eru ekkert að spila einhverja væmna tónlist endilega, þær geta að spila bara hardcore techno eða drum and bass eða eitthvað sko, ég reyndar sjálfur líka elskar svolítið hiphop og 80s hiphop sko, þannig að ég kannski en já Ítalo-diskó balluðnar, þær eru svona Já, það er náttúrulega líka þú veist að því 80s náttúrulega byrjaði svona svolítið upp úr diskóinu og þar og svo endaði í svona þú veist meira svona eins og techno og hiphopi þannig að þetta er náttúrulega mjög breið tónlistar, þú veist þetta er náttúrulega ekki ein tónlistarstefna þannig að það örugglega mun kenna ýmis að grasa þarna verður náttúrulega 4 og skiptust á að spila þannig að þetta verður fjölbreytt á fólk að mæti búning endilega Ætlið þið að vera í búning? Ég verð með hliðatakla allavega. Ég er nýbúin að raka mér hárið þannig að ég verð ekki með hliðatakl. Nei, þú ert meira svona Sinnett og Connor búning. Já, ég er líklega bara að raka það aftur og verð Sinnett. Já. Ég er allavega með Palestínu klútin. Sko, ég ætla að vera með grifflu líka. Þannig að það er líka svona. Neongrifflur. Reyndir ekki, en það má krydda svona, þú veist, með litríku belti eða jafnvel svitabandi ef fólk vill legglífar er líkast koma sterkar inn en já, við hefum heyrt af vinkonuhópum sem ætla að koma og vinahópum sem ætla að fjölmenna þannig að þetta verður skemmtilegt ég fekk mitt post í dag og var að verða að spyrja hvar maður kaupir miða ég sagði það er bara frítt inn þannig að allir velkomnir byrjum náttúrulega 8 fólk er kannski ekki allir sem verða allt kvöldið en eins og ég segi verðum 3
Þetta verður heilmikið fjör. En hérna, af hverju, hvernig, því ég veit að þið svona tónlistarlegt uppeldi og allt það, en ég veit að það er ekkert rosalega langt síðan að þú byrjaði svona DJ fyrir alvöru, Ásalind. Nei, það voru eiginlega 10 ár núna í haust sem ég ákvaða að hérna gerast DJ. Ég var sérst búin að vera lengi bara á dansskólinu, klúbbadansari, og var hérna þegar hásið og tekno var að byrja, þá við vorum bara svona 30 mann sem ferðumst á milli klúbba hérna í Reykjavík og voru ekkert margir sem hlustuðu þá á hás og tekno á Íslandi. En hérna, já, og þannig að nei, það er bara 10 ár. Þannig að það er bara mjög gaman að hérna, og það er svona, fara hinum megin við borðið. Einmitt, svo ég er svona hinum megin við borðið, en líka bara, það er bara ánægilegt að sjá konu á miðum aldri sem að einhvern veginn svona, ég fer bara gjörsamlega nýja leið í lífinu, það er mjög hressandi. Það er mjög hressandi. Færðu ekki bara svona jákvæð viðbröð við því? Jú, bara fín viðbröð, sko. Ég á svo sem kyn til þessa, sko, pabbi minn er búin að vera að gigga, hann er rúmlega 70, sko, og hérna en þá að spila einhverju countrybandi eða þú veist, hann er náttúrulega hérna svona, búin að vera lengi, þannig að hérna þetta er smá í ættinni hjá mér að vera endalaust að tróða sér á framfæri eitthvað starf. Og þér líka, og mamma þín er nú ennþá plötu snúður á Dillon. Þannig að hérna... Já, hún er sem þetta Andrea Jónsdóttir, sem er hérna á Dillon eiginlega allar helgar. Hún verður endar ekki þessa helgi. Nei, hún verður ekki. Nei, hún verður í öðru jobbi, sko. Þannig að hérna, en ég verði þarna með þú verður þarna með fyrir fjölskylduna. Það verður alltaf að vera einn. Já, en ég hef hins vegar öfugt Ásalind aðeins horfið af hérna. Já, einmitt, af því að þú varst meira í þessari senu kannski fyrir einhverjum áratugum og svo. Já, ég var að spila í London þegar ég bjóð þar, sko. Það 90 eitthvað og hérna svo kom ég til Íslands 99 og hérna byrjaði að spila á píanobarnum sáluga meðal annars og hérna 22 og prikinu líka ég var heilmikið á prikinu að spila hardcore hip-hop og hérna, þannig að hérna, en svo svolítið hvarf ég í hérna barnauppeldi og annað en er alltaf til ég að kippa í hérna spilarana og er með á heima hjá mér, sko. Það komaði mitt með mér á Dillon, þannig að hérna, við munum þeita þarna á spilarana mína sem eru búin að svolítið safna reiki upp á síðkastið, sko. Já. Hvað, hérna, því að það er alltaf verið að tala um að hérna, miðbærinn sé orðin svo breyttur og það sé einhvern veginn svona annað landslag og jafnvel hann sé hættulegur og hérna, fólk einhvern veginn svona tolli í svona misjöfnum tilgangi einhvern veginn inn á stöðunum, það sé nú kannski ekki til að dansa og þar fram eftir göttunum. Finnið þið eitthvað fyrir þessum mun eða greinið þið eitthvað svona, eitthvað breytingar? Ég meina bara frá því að þið fóruð fyrst á klúbbana. Væntanlega einhverjar. Það ekki. Já, ég er svo sem sko, ég verð nú að viðkynna það, ég fer ekkert oft út að dansa helgar nema ég sé að spila sjálf, sko, þú veist, en hérna, ég gera það samt, ég gera það samt alltaf annars slægið og ef ég er að hitta vinkonu mínu eitthvað, þá langar okkur yfirleitt að fara eitthvað aðeins og dansa, en hérna, en þetta verður allan að tækifæri fyrir alla miðaldra hérna matarklúbbana og spilaklúbbana að kíkja aðeins út og dansa kvítisklúbbana og hrista á sér skankana svolítið. Þetta verður gaman, held ég. Það er einmitt, kannski bara ekki síst mikilvægt að svona, rækta félagslegu tengslin og bara gleyma sér í að dansa eins og akkurat núna. Það er auðvitað svona skelfilegt ástand bara í eiginlega hvert sem að maður lítur í veröldinni. Þannig að þetta er svona, dansa til að gleyma. Líka bara aðeins að hérna, þú veist, gleyma mómentinu. Sko. Dansa til að gleyma og líka til að muna. Af því að svo fer maður í svona nostalgíu, sko. Sérstaklega með þessa 80s tónlist. En við náttúrulega, sko, ég held að sé meira sé að hópur af fólki sem ætla að hittast og borða saman og undan. Þetta er þess að það er þess síða á Facebook sem heitir Gleymdar perlur áttunar sem að Doddi litli heldur úti. Og hérna og það var svona uppalega pælingin að vera ekki að spila kannski
bara vinsælustu lögin, heldur líka einhver svona góð lög sem að kannski, þú veist, voru á björliðinni eða, þú veist. Já, fyrir nördana. Já, fyrir nördana, þú veist, en það verður auðvitað blanda, þú veist, þetta verður auðvitað bara, Kemur einn og einn hittari inn á milli. Já, engar ágjörð því. Og þetta eru náttúrulega allt hittarar, það er bara... Já, í mismunandi kreðsum, sko. Já. En svona, kannski bara að lokum, hvað er uppáhaldslæðið ykkar? Uppáhaldseitisleið. Það sem þið setjið á í bílnum þegar þið þurfum að koma ykkur í gang eftir erfiðan dag eða bara eitthvað svona... Þetta er rosalega erfitt. Þetta er erfið spurning. Átt þú eitthvað uppáhaldsleg, Ása? Ég verð ekki að segja bara... Dolce Vita eða I Like Chopin með Gazebo eða eitthvað svona ítalodísku ballaða. Mér finnst það rosalega erfið spurning, sko, en ég myndi örugglega velja eitthvað með Prince. En það er til dæmis björliðarlag sem heitir Erotic City sem hefur verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Og ég hef oft spilað í gegnum árin, sko. Ég tek það örugglega með. Já, það er ennþá 12 tómi, þannig að Yes. Þetta var sem sagt ekki á Purple Rain plötunni, heldur var sem sagt bara björliðarlag með held ég Let's Go Crazy eða eitthvað, en þarna er sem sagt Sheena Easton syngur með honum þannig að já. Þetta er alveg brjálæðislega funky lag og alveg til að dansa við, sko. Alveg danslag, já, einmitt. Já, Level 42 kemur líka sterkt inn. Mér finnst það skemmtilegt. Það er svona, en svo er þetta bara endalaust, þú veist. Endalaust, margir. Já, einmitt. Endalausar ástæður til þess að dilla sér. Endalausar ástæður til að dilla sér. En bara svona til þess að skerpa á þessu, þetta er á laugardagskvöldið, 8:00 til 3 á Dillon á Laugavegi. Byrjar 10, er það ekki? 10, byrjaði ekki 10? 8 til 10. Nei, fyrir ekki 8 fyrir ekki 8 til 3. Dotti byrjar 8, svo koma stelpunar 9:30 og skiptast á að spila framfyrir kvöldi. Stelputónlist. Þarna í Nei, tjók. Jú. Tónlist fyrir allt fólk. Bara góð tónlist. Já. Dásalegt, Ása Lind og Lauvi, takk hérlega fyrir að koma og aðeins gleði okkur með 80-sunu. Já. Og hér skulum við setja punkt. Ég þakka fyrir okkur í kvöld og bið ykkur góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.